Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. Counter-Strikeið byrjað aftur og já, Óli, við erum að fá veislu í kvöld. Við fáum veislu í kvöld. Ég er spenntur. Já, við erum að fá veislu í kvöld. Það er bara þannig. Og við vorum að tala um þetta aðeins fyrir útsendinguna. Þetta er svona, þú veist, þetta er slagurinn annað til fjórðasæti. Það er bara mikið undir í þessum þremur liðum. Við sjáum hérna baka okkur, KPJ, Vega og Þór, sem eru kannski svona berjast það hverju ætla að vera næst Dusty. Sáum náttúrulega Dusty, hvað getur sagt, skilja sig frá með þrusu sigri á KPJ í síðustu viku. Bara algjör bust. Dominans og bara, þú veist, eins og við tölum þá, þú veist, Rafli að spila eins og hann væri bara reiður, skilur við, eins og einhver hafði likla bílinn hans eða eitthvað. Það bara skuldaði hann einhver pening í KPJ, já, sko. Þetta var rosalega framistæða og núna þá ætlum við að sjá hverjir ætla að koma sér þessu einu skrefi frá þeim og taka bara þennan tilverð. Ætla KPJ að skoppa tilbaka og sína, hei, þetta var bara flúka við töpuðum, við vorum bara illa upplagðir, við ætlum bara að koma og mæta og rústa Vega, eða erum við að fara að sjá Vega að segja, hei, strákar, chillið hérna, við erum að vera með 2. Algjörlega. Það er spurning, ég glemdi að spyrja útlendingastjóran, hvort við eigum stöðutölmuna til að fara yfir út af því að mér finnst alltaf gaman svona að byrja á því en eigum við leiki vikunar? Sýndu okkur leiki vikunar. Já. Sýndu okkur leiki vikunar. Maðurinn í eiranu ætlar að sýna okkur leiki vikunar. Já. Þá fáum við það væntanlega ekki á skjáin, heldur bara einhvers staðar upp á svona til okkar og við bara tölum þá. Já. En að sjálfsögðu, fyrsti leikur vikunar er KPJ Vega, tölum hann sem bara svona sleggjuleik, þetta er leikurinn upp á hver verður í rauninni í öðru, þriðja eitthvað staðar þar. Síðan finnst mér eins og Þór eigi að tilla sér þarna upp og hérna eru leikirnir, Vega KPJ í kvöld, Þór og Dusty eru síðan í dag, ekki streymað og síðan er Bakkus Hyper Saga Nisti á fimmtudaginn. Já. Þannig að þetta er til mikið sem vinna. Áhugaverður leikur sem fer á milli Bakkus og Hyper. Það gæti verið hörku leikur sögum þess að Hyper er svona búið að tilla sér upp sem svona skemmtilegt lið í deildinni og Bakkus er sjálfsögðu bara búið að vera lið sem er með kjarna sem er búin að spila bara á byrjun í deildinni. Já, ekki kannski búin að hafa árangurinn sem maður myndi vilja sjá frá þeim hingað til en vissulega rótgróin kjarni og maður setur svona, þú veist, spurningamerki hvernig þetta verður á næsta tímabili. Þú veist, við sáum náttúrulega mikla uppstokkun í liðum komandi inn í þetta tímabil. Það er að spilast þokkalega í takti það sem maður myndi búast við en við erum að fá þessi upsets, við erum að fá þessi óvæntu úrslit hér og þar. Við erum að sjá lið eins og Nista eiga mjög góða leiki á móti eins og Þór og fara með þá í OT. Við erum að sjá þú veist, lið eins og þú veist, Sögu ströggla svolítið í deildinni, standa sig rosalega vel á Skjálta. Þannig að þetta er margt alveg mjög áhugavert tímabil sem við erum að díla við hérna í þetta skipti. En þú veist, Bakkus er eitt af þessum liðum, þú veist, rosalega fallegt konsept, flotta treyjur, flott liðsuppstilling og allt það. Myndi vilja sjá þá aðeins ofar. Já, ég er sammála því. Neldir hann alveg 100% naglan á höfuð með Sögu. Saga að mínu mati og bara eftir að hafa hort á því gegnum Skjálta gauntletin sem þið fóru í gegnum. Þetta er bara annað besta liðið á landinu á sínum degi en síðan bara þegar að koma langar deildakeppnir þá eru eins og við séum bara svona við ætlum að krúsa í gegn playoff time, þá eru þeir bara geggjaðir. Það myndi ekkert koma mér óvart að þeir mættu bara til leiks í playoffs, þú veist, og kemur öllum á óvart. Þetta er svona ákveðið Spútnik lið, eru með, held ég, finnst mér allavega mikinn liðstyrk komin í Birni. Hann getur gert rosalega mikið inn í þessu liði þegar hann á sína góðu leiki. En þegar við sáum þá vikuna eftir Skjálta, þá voru þeir bara skugginn á sjálfum sér og það er spurning hvort að það hafi verið, þú veist, adrenalíndömpið eftir því að fara í úrslit á lani eða hvort að það hafi verið bara, þú veist, eitthvað sem að small ekki þann daginn eða hvað það var, en þú veist, það var allt annað að sjá þá í þeim leik en það sem við sáum upp á sviði í úrslitunum í Skjálta og það sem við sáum bara í gegnum Skjálta almennt, þannig að þú veist,
ég held að það sé alveg rétt hjá þér, þeir geta unnið öll lið á landinu eiginlega bara næstum því þar með talið Dusty, ég meina þetta er eina liðið sem voru að fara með þá í 3 möpp í heilanga tíma. Þeir voru falir þarna, þeir voru 100%, þeir voru ready að tapa þessum leik. Það þurfti bara örlítið, en ég meina þetta er svona championship mentality sem við tölum oft þú veist, að þú býrð til heppnina bara með því að vera ótrúlega góður í leiknum, þú reynir ýmsa hluti og þar með ertu stundum aðeins heppnar en aðrir og það er bara þannig, en já, síðan þegar við kíkjum bara svona yfir sem sagt þarna bara restina deildinni, Þór búin að koma, þeir eru núna komnir á þann stað sem við vildum og við vorum að tala bara í fyrstu útsendingu, bara ok, þeir eru að fara að rampa sig upp, þeir eru rampaðir, það er bara Þorgerður, Katrín og Halli eru bara búin að rampa upp Akureyri akkurat núna, nei, það er alveg, þú veist, það er bara nákvæmlega sem við sögðum, skilur þeir þurftu nokkru leiki til þess að slípa sig saman, þeir eru byrjaðir að svona láta skína í sitt rétta andlit sína og sitt hennar smá og ég er alveg bjartsýnn með þetta Þórs line-up og ég held að það sé líka bara svona, Þór sem félag á þessum tímapunkti hefur ákveðna svona, bara er búið að byggja upp ákveði legacy, þú veist, þeir eru búin að vera svona ákveði kjölfestu félag í CS hérna á Íslandi og mér finnst alveg rosalega gaman að sjá þá, þú veist, taka við í rauninni nýju liði, sett saman á mjög flottan hátt og bara byrja að ná það, láta það taka þennan stíganda og komast nær og nær bara toppnum og við tölum þetta, þú veist, KPJ, Vega, Þór, þetta er svolítið til umræðu það hvernig er að fara að raðast í þennan efri part af deildinni fyrir aftan Dusty. Algjörlega. Og jú, tímabilið stutt, það er ekkert endalaust tækifæri. Áhugavert að sjá hvað gerist ef að Þór bara lokar út tímabilið. Já, og já, þá förum við í 6 liða úrslit og hérna, við kynnum það seinna meir. En við ætlum allan að byrja að gera upp leik kvöldsins og já, ég vil fá Vega upp á skjá fyrst. Smá breytingar í liði. Virus, Furious, Brian, Kitty, Disco og Deathcake. Engin Vanker komin úr liðinu og Furious komin í hans stað. Furious, já, við þekkjum hann. Þetta er alveg geggjaður einstaklingur. Já. Þú veist, náttúrulega ákveðið högg að vera ekki með Vanker, en á sama tíma, þú veist, ef þú ætlar að söppa einhverjum annað inn að þá eru ekkert margir held ég á listanum á lausu akkurat núna sem eru betri fitti annað inn heldur en Furious. Þannig að þú veist, við höfum séð þetta lið standa sig virkilega vel og hérna, ég myndi segja, Deathcake sérstaklega búin að koma svolítið vel á óvart. Margir kannski í samfélaginu eða sem eru búin að fylgjast með, búin að afskrifa hann sem einhvern Valorant spilara hérna þegar hann fór út af sporinu í smá tíma en á sama tíma þá, þú veist, kemur hann tilbaka og sýnir að hann hefur engu gleymt og hérna, og þú veist, við gerðum það líka, við settum spurningamerki við hann og hann mætti bara á server og hann bara frakkaði og hérna, virkilega gaman að sjá það. Þannig að þú veist, ég hef ennþá tröll að trúa á þessu line-upi og ég held að Furious sé bara solid þarna inni. Já, þú veist, og eitt sem ég finnst bara gaman að benda á og bendi ítrykkað á að Furious hefur komist næst því að komast á Major af öllum Íslendingum. Held að það sé ennþá fakt. Já, ok. Hann var einum sigri frá því að komast á Major með liði sem að spilaði úti. Síðan bættu við náttúrulega við sig liðstyrk í Brian og Kita Disco og þrátt fyrir það að Vanker sé komin út, þá erum við komið þessa aggressífu spilara í Brian og Kitty Disco sem að geta alveg tækla þetta hlutverk sem Vanker var að leysa fyrir Vega-liðið. Síðan fer bara Deathcake og Furious, Deathcake í örlitlu meira svona supportive hlutverki sem er samt, hann er að fragga vel og bara fínt, en Furious í þessu lurking hlutverki sem hann er svo frábær í, hver mann ekki eftir þegar hann var senastur eftir í Nuke í vendinu, kemur upp og deffar og klárar leikinn þannig, að bara sturlað og Virus bara solid vappi, bara solid top 3. Þá langar við að kíkja á KPJ. Það eru örlitla breytingar og nokkur komment sem ég langar að koma með. Edison, Solo, Nonni og Rodríguez. Rodríguez er ruflu, hann er búinn að breyta gælunafn og ég fíla það, hann heitir Rodríguez. Já, leikmaðurinn fyrrum þekktur sem ruflu, heitir núna Rodríguez. Ég er örgulega að gera svona 8 mistök í kvöldi, ég byrst bara forlátt fyrirfram, en þið vitið það öll heima núna, Rodríguez! Það er ruflu, en mér finnst eins og við náum meira upp í kastinu
ef við komum bara Rodríguez með, þú veist það þetta auka atkvæði sko. Þessi auki sérhljóði sko. Má byggja upp Rodríguez betur heldur en Ruflu það óstutt síðan, Finus þessi 5. leikmaður sem kemur inn sem er ekki búinn að spila fyrir liðið á þessu tímabili en eitt sem langaði að benda rosa mikið á að þeir eru með þrusu bekk og Finus kemur inn á bekknum Víti kemur út og Finus kemur í hans stað síðan eigaði líka eitt sigursælasta supportive spilara á Íslandi í Clever sem situr bara á bekknum hann ætla bara að klikka sko. en hann er upptekinn í námi og vissulega, hann spila nú svona, en þú veist, það er gott að eiga hann á bekknum og tala nú ekki þegar þú ert að tala einhver playoffs eða hvað það er fáir sem eru með jafn mikla reynslu þar og Clever en eitt sem ég langaði bara að benda rosa mikið á í sambandi við að þeir eru með Clever á bekknum að það er leikmaður inni sem þarf desperately að fá smá pointers frá Clever og það er Rodríguez hann þarf að fá að vita hvernig á að halda sólosætum, ná einum, lifa, þú veist, hann er með jútilega á hreinu, hann eyðir miklum tíma í leiknum og svo framvegis. Það er bara örlítið mentality change og þá ertu komin á rétta braut aftur, því að hann er búinn að eiga erfiða leiki undanfarið. Já, sérstaklega á móti Dusty. Herjuðu svolítið á hann og það var bara svolítið átti erfitt uppdráttar í þessum leikjum en þú veist, eins og við höfum talað áður þú veist, upprennandi spilari virkilega flottur, framtíðina fyrir sér og við viljum bara sjá hann, þú veist, eins og segi gera þessar litlu breytingar sem þarf ná einum, koma sér í var, jafnvel spila upp á info, þú veist, finna aftarlega pósur, láta vera erfitt að klíra sig út af því að það er bara sérstaklega á þessum möppum sem við sáum móti Dusty þú veist, Inferno og svona, þú veist, það bara þú mátt ekki vera fyrsti maður til að falla þú veist, það bara má eiginlega ekki gerast og við talum ekki eins og í núk en við skulum fá kannski bara vídeóið á spennt fyrir þessu. Við erum nú að fá svolítið tilbreytingar í vídeóinu það er svona metað skipta þess við fáum núk alveg 100% frá öðru hverju lið það bara ógeðslega líklegt þetta hefði verið fyrsta pikkið hjá KBJ bara þeir eru búin að spila í hverju einasta ópass bannað ég hefði viljað sjá ópass það verður eitthvað Dust 2 Inf Dust 2 Dusty og Vega og svo, þú veist, Mirage pick eða eitthvað notabene nú getið sætir þarna er Vega að nýta sér það að Solo er vappin þeirra Edison er vappin þeirra Virus og ég tala nú ekki þarna Furious á skáti Dust 2 þetta er algjörlega kingimagnaðir einstaklingar í Dust 2 á vappa með skóp Mirage farið út og þú veist gætu við fengið þessu á Ancient eða? Það gæti nefnilega alveg verið Nei, það má ekki Ancient er bannað í þessari deild það hef allir bara snúið baki við Ancient Þetta var eitt mest spilaða mappið á síðasta sísoni og svo er eins og allir bara eitthvað svona það var svona eins og mýmið þarna, þú veist, gæinn sem er að leiða kærustuna sína og er svona að horfa á eftir einhverju það er allir bara eitthvað train, þú veist Vá Sko, það eru nokkuð lið sem spilaða Bacchus pikka það pikka Dust 2 og Ancient maður sé að Nisti spilaða Hyper er ekki á móti því sem third map en pikka það ekki þannig að þetta er eitthvað svoleið sko, sem mér finnst aldrei leiðilegt út því að ég er mikill aðdáandi en ég held að mappúli myndi líta öðruvísi út bara einfallega vegna þess að Íslendingar þeir elskuðu Anubis og Anubis Ancient komboið var alveg bara rosalega mikið Ég vil bara þú veist, inn með Cash inn með Koppul, gef mér eitt góðan Koppul-leik. Ég væri til í að Koppul væri reworka smá, breytt A-sætinu, eilítið. Já, það þarf að breyta því. Já. En ég bara, þú veist. En ég er til, ógeðslega mikið. Sko, Koppul. Hrista þessu upp í þessu. Já, aðeins að hrista, þú veist. Já. Aðeins að hristi. Aðeins að hrista, sko. Hvernig heldur það þessi sería fari? Út af því ég er búin að pæla mikið í þessu. Út af því að, já, þetta eru lið sem eru mjög nálægt hvor eru getustigi og það eru ákveðin advantage, þú veist, ég segi að KBJ þeir eru með betri ræflera, þeir eru bara með betri ræflkór, bara Edison, Solo og já, ég hefði viljað sjá VJ þarna, en Finus er vissulega mjög góður ræfli líka, þeir eru mjög mikið að ræfla þarna og mér langar samt að þetta er mjög kontroversial út af því að
Brian, Kitty Disco, þú veist, kombóið mjög hættulegt. Sko, ég held að þetta verið langt kvöld til okkur, Tommy. Ég held það líka. Veist, ég held að það sé bara svolítið þannig. Ég held að við séum að fara að sjá sveiflukennda leiki. Ég held að við séum að fara að sjá svolítið svona þessi blokk fer veka, svo bara momentum shift, allt í einu kemur KPO tilbaka og tekur þessa blokk. Við erum að fara að sjá leikin að fara í 20 plus round og ég held að þetta verið 2-1. Wow, ok. Veist, það er bara það sem ég held. Ég held að stærsti sigurinn mun koma á Dust 2 sem að verður í veka í vil. Ég held að það verði svona, ég held að það verði svona eitt af þessum momentum þar sem að við tökum sko veka, þeir velja náttúrulega Dust 2 þannig að þeir eru að fara að byrja T-side. Þeir eftir að koma, þú veist, sveiflandi inn á serverinn, eftir að taka svona fyrstu 6 rándin, svo koma svona 4 tilbaka frá KPO, kannski 5, svo fer hálfleikurinn 7-5 og svo endur við á því að fara, þú veist, í seinni hálfleik þá taka veka yfir, skilur undir lokin, KPO pirraðir, þeir að koma hefna sinni í Núk fer í, þú veist, 23-24 ránd, jafnvel OT, þú veist, þetta bara bæði liðin það góð á þessu mappi. Og svo bara veit ég ekki hvernig Inferno fer en þú veist KPO áttu ekki sinn glaðasta dag á Inferno í síðustu viku. Já. Þannig að ég held að þeir hafa eitthvað að sanna og ég held að sko á móti öllum öðrum liðum heldur en Dusty þá hefðu þeir staðið sig ógeðslega vel á Inferno. En það var bara eitthvað í blessuðu loftinu þarna sem að var bara, þú veist, þetta datt alltaf gegn þeim, alltaf þegar þeir voru að koma sér að stað, alltaf þegar það var eitthvað að gerast, þá bara hrundið allt fyrir fram á. Þannig að ég ætla að segja 2-1 KPO. Ég ætla nefnilega að segja 2-0 veka. 2-0? 2-0 veka, byrja sterkt í Dust 2, mentalityið ekki upp á 10,5 þurfa að fara í gegnum gauntletið að veka byrja í CT og eins og ég talaði í seinustu útsendingu KPO eru ekki góðir í svona á bakfætinum. Þannig að við sjáum það hér vonandi KPO að fara að koma bara siglandi inn í þetta og koma tilbaka eftir Dust í tap en hér erum við live í Dust 2. Það verður eitt Komast og Rodríguez sem áttur að henda þeim í gang. Ég hef trúa því. En það er ætt hér út longið veka með vírus fremst í flokki. Strauja allir 5 út longið, smóka krossin og þeir eru komnir í rampin. Óáreittir og vírus með fyrstu opnin en Solo með tilbaka. Kitty Disco búin að taka niður Solo. Þá er það 3-4 hér á bomban. Fer niður. Erfitt retake þarna með krossin smókaðan. En Vega ekki að gefa neitt færi á sér að spila þetta mjög agað. Það verður að bíða til Fínu sem er að koma shortið, boostið í Elevator virkar ekki, Furious sér við því en Brian, hann er tekinn niður að nonna. Getur hann gert meira? Nei er svarið. Það eru 3 leikmenn sem Fínust þarf að finna og gerir það ekki. Bara þægilegt förstrundana hjá Vega og þetta er það sem við sjáum líka hjá Vega. Þetta eru leikmenn sem eru búin að spila lengi saman, Deathkick, Virus og Furious upp á ákveðnum marki. Vissulega vantar þarna ákveðna leikmenn sem spiluðum lengi fyrir Vega eins og Sim og Vankar. Þá er bara þetta, þeir spila svo mikið saman, eru svo mikið traust á milli leikmanna að afturplantinn og allt þetta er vel agað, þægilegt. Furious í vesinni. Þetta sem með 2 uslu sko, en Virus, hann pikkar á þarna með AK-num, fellur samt að lokum. Þetta er bara stór sigur myndi ég segja fyrir KPO hérna, fá 2 fellur, pikka upp AK og scout. Já. Eða pikkar nú ekki upp scoutinn, Rodríguez er hérna í cave að leita einhverju, allar bara að setja það upp í exit. Ef hann er fellur hérna, þá er það bara þrjusug gott ránt fyrir KPO. Ég myndi segja það. Ég myndi bara 100% segja það, sérstaklega með AK-in náttúrulega komin á Solo. Hann gæti keypt lítinn armor með þessu í næsta rándi og verið bara komin í ansi gott form og nokkra neitur. Sparar honum alveg töluverðan pening. Sniðir Vegamenn taka engan séns á að fara út í gegnum cave, exita allir inn í 8 miðju. Það sem þeir voru með stjórnina og Rodríguez fellur þarna fyrir bombunni. 2 litla dúllur einhvers staðar í lower tunnels. Já. Væri nú eitthvað ef að Bissu myndi fylgja í næsta ránd. Það væri hjútsbreyting. Það væri geggja.
alltaf endalaust að byssum út allt Já. komin í round 24 og getur labbað hérna, þau eru ekki þverfóta fyrir AK. En það keypt hinum megin hjá KBJ 1 AK frýr og Solo getur þá droppa byssu. Núna skiptir sköpum að láta Veka ekki byrja of sterkt. Já. Þú veist, það þarf að stoppa þetta snemma og ég held að Veka gerir sér grein fyrir því. Þeir hægja allavega á hérna, taka ekki eins hratt, ekki eins aggressíft og hafa gert áður. Vinna hérna short controlið, flott flash og low air, gefur Vírus framalega inn á shortið. Reyna að pikka út Util frá KBJ. Smókur komin á shortinu, Smókur komin á longinu. Smókur á long hins var að feita Kitty Disco í sókninni. Nonni hinum megin. Þetta verður alvöru stand og fallna. Það er enginn að fara að reyfa sig á næstunni. Nei, það er bara spurning þolinmæðin hjá Nonna. Hvort hann fái velunin hérna, geti ekki að spá í honum eins og en ætla væntanlega að virkjast eftir að short hitið kemur. Já. Þannig að það er spurning bara hversu þolinmóður Nonni getur verið, hversu mikið hann treystir A-spilaranum sem Edison og Solo. 40 sekúndur eftir bara miðjunni. Skemmtilegt spil hérna, flassar át miðjuna. Það gæti dregið Nonna úr stöðu, nei. Þeir eru komin út miðjuna, þetta verður mid to B split þarna. Bræði með Solo, Mollin á réttan stað, Finus þarf að swinga nær einum, en það er einn eftir. Rodríguez inn á sætinu, nær einum. Stendur sína plikt og gæti fengið annan. Kitty Disco nær að bæja frá hættunni hins vegar. En Nonni gerir þetta 2 á móti 2. Eigast hann bísandi Kitty Disco. Mjög aggressífur skiptir í AK. Þetta var vel gert hjá Kitta. Býr til plásátna alveg án þess að Nonni myndi bara gruna að þetta geti gerst. Sástu M4 fekk kúlu í sig og stoppaði fyrsta headshoti. En Edison, hann hérna í klötsinu. 1 á 1 hér á móti Deathcake. Hann þarf að klíra mikinn partasætinu. Hún grunar nákvæmlega hvað hann er. Klírar hann fyrir utan, veit núna hvað hann er. Og Deathcake vel tímasettur. Þetta er það sem Deathcake gerir svo vel. Hann spilar alltaf bara mjög vel úr 1 á móti X situation, 1 á móti 1 sérstaklega. Hann veit hvað hinn leikmærin er að spila, hver hann er að hugsa og bara þetta er tímasetningin. Þetta er mjög góð innri klukka á leikmanni. Allan daginn og þó að þetta ránd hafi ekki farið til KBJ, þá gera þeir það mikinn skaða, þeir láta ekki valta yfir sig, að Veka er ekki búin að byggja upp neitt teljandi banka. Sér það að það þarf bara að fara í spar ef þeir tapa þessu rándi og núna þarf við rauninni að láta þetta íkó þessar deglur syngja. Og ég fíla þetta kaup, þú veist, Edison á scout, restin á deglum, Edison getur leitað að tökum og þá er þetta bara 1 hit til þess að klára. Edison finnur Vírus hérna í gegnum smókin í miðjunni. Solo er að fá félagskap hérna, mikið af félagskap og Kitty Disco finnur frakkið. Rótið núna frá Edison frá scout yfir á longið. Kitty rétt tímasettur þarna. Þessi veggur bjargaði lífinu á Kitta. Leikurnar fá ekki að stingja í miðjunni. Þetta er sem loksins fallinn og Nonni ætti ekki að nameplate. Skot, já. Sko, tímasetningarnar hjá Kitty Disco eru búin að vera rugglar. Það sem af er þessum leik. Alveg frá því að þeir fara inn á B-sætin og taka Rodríguez þar sem er í rauninni að swinga til þess að taka mannin sem kom inn frá miðjunni. Já. Og Kitty Disco bara lappar akkurat út tunnels á sama tíma og er bara með fría línu á þá. Þetta er annarkvort er hann ótrúlega vel tímasettur yfirleitt eða þá að Rodríguez á vappanum núna. Þetta er skemmtilega, Kitty sko. Solo með 2 í tunnels. Leitar að 3. En Vírus loksins nær að bæja hættinu frá. Strax Molli í lower og hrættir við nákvæmlega þetta. Mollin er góður, Mollin er mjög góður, heyr hann ekki takkið. Fyrsta Util, en Vírus 1 eftir. Finnur hann hauskot hér á Nonna, ekki eins og staðan er núna.
ætla bara að halda lífi. Hoppaði henni på kassan þetta, Vírus. Magnús Vírusson. Magnús Vírusson, já. Þeir eru búin að loka henni. Já, KBO gera vel þarna, slá tilbaka, ekki leyfa Vega að komast upp með neitt rugl. Skemmtilegt aggro-round bara sem að, já, þá sérstaklega á solo í lower. Ná 2K þarna er bara mjög vel af sér vikið. Og þú talar peningin í senasta landinu. Hann er búinn núna. Furious, hann þyrfti að fara á skátin aftur. Vírus á nóg fyrir AK. Já, þeir ætla að halda þessu kaupi áfram. Skát. Sér það ekki mikið að stöffi, Vega megin. Mjög lítið. Þetta verður eitthvað early. Spjótin beinast að B-inu eða jafnvel lower. Furious fyrir á skátin, ætla að reyna að gera eitthvað aðeins meira í miðjunni, frekar en að láta bara Rodríguez ná honum aftur 2 ránd í röð. Það Rufflu Rodríguez á vappanum með þessu sinni. Það búið að fara á milli, sko, Nonna, Edison, Solo. Ég held að VJ hafi ekki pikkað hann upp, en Rodríguez komin á núna. Það gott að vera með góða flóra mönnum sem geta gripið í stóra prikkið og við fáum að sjá hvort eitthvað komið úr þessu. Núna fyrsta skoti Geigar, Furious, þessi tvísvarum. Þeir ættu að hafa heyrt í Deathcake fara út af maður vita hann einangraður en Deathcake gerir vel, blastir frá Vírus ennþá að tikka þarna en Edison svarar hæl. Solo mættur í crossfireið. 3v3, þeir eru með advantage en þeir vilja greinilega ná Edison hérna. Vappin að koma inn, næra skotinu, Geigar á fyrsta, skiptir í M4, Edison nær einum í millitíðinni en hann fallinn, 2v2 og já, Furious getur skipt yfir í eitthvað annað en Scout akkurat núna en ég held að hann sé ekki eins og með armor. Rodríguez skilur eftir smá gjöf hann á longinu ef að þeir myndu finna hana en það stefnast aftur á miðju og við sjáum það að Brian að taka löngu leiðina yfir á B en þar Fínus á frábærum stað til þess að heyra í þessu. Gæti sandað þetta. Já, gerir það. Hann heldur bara enginn síðan á B-inu og enginn að fylgjast með. Ekki neitt í gangi að halda B-sætinu. Mér finnst það mjög hæpið. Hann allar með augun á B-sætinu, exitinu og Fínus nær frækinu. Já, núna ætti Rodríguez mögulega bara að hlaupa og fara og ná í vappa sinn. Kalla liðsfélaga sinn, býtu með deffið og hann gerir það. Já, en eina vitið. Mjög mikil óskikja að halda að B-sætið sé algjörlega óvaldað. Þú veist, þetta svona lyktar af því að það hafi verið einhver miskoms þarna, sko, að þeir hafa haldið að þeir hefðu séð auka leikmann. Þeir náttúrulega heyra vappan og M4. Já. Það mögulega málið. Það gæti verið. Það hlýtur eiginlega að vera. Já. Ég meina, ég sé allavega ekkert annað sem ætti að geta verið í gangi. Nei. Það var Scout aftur á Furious. Tekkur 1 smókur og 4 flush. Núna Solo, hann á vappanum á þessu minn. Það AK honum til hals og tröst í Edison. Öll skotin kláruð, uspan dregin upp en loksins náður að fella þarna 2 leikmenn, 1 eftir að finna, Nonni á A-sætinu. Þetta voru snirtileg skot hjá Brian. Þetta er bara round, Tommy. Gæti verið, en Scoutin búinn að takka. Rodríguez út, longið, gæti fundið hérna línu með M4-unum. Spotar hann það fyrsta, nær Furious út, Brian núna veit hvar báðir leikmennirnir eru komið vappa í hendurnar. Smókur, hitti fyrsta skotinu, Fínus takkaður, 35 HP á honum, sér hann það hausinn og nær frakkinu. Það force up win, bicep og Brian og 5 round á Vega. Já, risastórt round að vinna þarna, við sjáum peningin, KPO megin ekki í frábærum málum og þarna bara
tengdu of mörg vappaskot ekki við skotmarkið á shortinu. Já, ég skal 100% vera þar og mér finnst líka sko að lesa inn í peningin þá mjög áhugavert að senda 2 leikmenn á shortið. Það sem að, þú veist, það þetta mjög auðveldlega bara overvelma 1, 2, jafnvel 3 CT-a fara með 5 tekkum. Já. Sem nákvæmlega það sem gerðist. Þú veist, þið þurftu að hitta skotum. Pælingi var að vappin yrði valdaður með AK-inum, en það bara spilaðist í miður ekki upp í hendunum á þeim. En Rodríguez, hann feldur hérna í tunnels að leita að einhverju með svag 7. Sendur í sko svaðilför hana. It's a fool's errand. Ok, þetta sem hann ætlar að spila bara eftir flassi. Ætti að kíkja gegnum hennar smók eftir flass á CT. Nær 1, nær 2! Þetta bara eitthvað sem að leikmenn á kaliber við Ederson geta gert. Furious, hann núna að fá leikmenn í sig frá 2 mismunandi hliðum, hann þarf að spila vel en býst ekki við Kidda Disco þarna. Kidda Disco heldur áfram að vera með frábæra tímasetningar. Nonni samt komur út miðjuna og búin að finna Furious og Vappan. Var Furious armorlaus? Gæti verið. Það var rosa auðvelt M4-fræk. Ná í Kitty þarna. Vírus, ekki sýna þig í glugganum. Við erum ekki í rauðakörunu. Það þarf ekki að sýna sig. Solo með Kidda Disco, Vírus þá 1 eftir. Stakkar þarna beint fyrir framan hurðina en double swingið aðeins of öflugt þarna og KBJ komin í 3. rándi sitt. Þetta snirtilegt innitek. Já, þetta var það. Bara, þetta var þolinmótt, ná í kittið. Vega gerir vel, myndi ég segja, skilur þú veist, þeir eru ekki að sýna sig að óþörfu, þeir eru með molla þarna, molla 2 í gluggan. En svo það bara í raun og veru, ef þú ætlar að taka gluggan út svona harkalega, viltu þú ekki bara fyrsta kontaktið þitt sé maðurinn inn á sæt? Þú veist, bara gæðin sem að spila bíl, hann þarf bara að beygja sig og horfa niður. Eða clutchbox. Já, þú veist, eða vera báðir sömu megin, skilur þú veist. Ég hefði viljað clutchbox og sæt eða eitthvað þannig. Tekkur út longið, 1 hausaður, Ederson hverfur hann í burt. Kjúkrensa og Deathkick kastast þarna. Vá, þetta var skot, Furious. Hann að gera skaða, það eru 2 rauðir hérna. Það eru komin langt upp longið á sama tíma. Nonni, það einu tilbaka. Það Nonni, hann low, hann á vappa. Þetta besta í stöðinni. Þessi skát gerði svo mikið skaða hjá Furious. Já. 5-4, Vega ennþá í forystu og það enn og aftur Furious skát. Þetta running meme hjá Furious, hann skát í hverju einasta randi. Hann búinn að gera þetta á senasta tímabili fyrir það og hann ógeðslega góður á því. Búinn að gera hellinga skaða. Þú sérð bara hvað hann var ill viðráðalegur í síðasta randi. Já, takkaði Rodríguez þarna í krossinu. Þetta stórhættulegur einstaklingur á skátunum. Nonni á betra prikinu, Vappi núna fara hann á milli 3 leikmanna. Nonni, Rodríguez og Solo. Þeir reyna aftur að stakka hérna shortið. Þetta skot þurfti að tengja þessi grena frábær! Wow. Solo og Nonni og Fínus algjörlega slökk í þessu. Geggjaði út til, alveg geggjaði út til Rodríguez. Á að vera frítt fræk, já. Sko, bara Nonni þarf að passa sig að fara ekki í þyrlu, sko, kallaði hann Kobe. Hann búinn að vera rosalegur í þessum leik. Mamban maður. Hann búinn að smellhita þessum greinum, Tómi. Já, hann búinn að gera það. 5-5, allt jaft, 2 ránd eftir. Hvernig skilja liðin í fyrsta? Já, það svona, þegar þú segir það. Skáti í hverju rándi. Bara skáti í hverju rándi, þetta virkar hjá Furious, virkar ekki á neinum leikmanni sem ég kynst á ævi minni, nema með Furious. Sem náttúrulega bara testament við hversu frábær leikmaður á skáti hann
Solo með þægilegt opnunar frækjarna fyrir KBJ í rándinu. Og allar upplýsingarnar líka, en það enginn til þess að taka mót þeim hérna inn á að... Nei, það eru djúft á longinu og CT þurfa að koma upp shortið hérna. Þeir eru svo hrættir, lafhrættir við að krossa þarna inn á sætið. Það enginn til staðar nema Edison. Edison á longinu vissulega. Veit núna hvar Fínus að planta. Nonni, hann komið bak, hann finna einn, finnur ekki meira. Fínus, hún til varnar, finna vírus. Þá það, það allir fallir. Við erum bara þetta gerir svo hratt að við erum ennþá í 1vx grafíkinni. Já. KBJ taka fórystu hér í þessum leik í fyrsta skiptið. Þrátt fyrir að ná planti, þá engin vappi en þá komin á vírus. En það Furious sem að kaupi skátt. Nonni á vappan. Sjáðu, sirpukent. Já, algjörlega. Þetta eins og handriti sem vorum að skrifa. KBJ allavega að sína í sér tennar hérna snemma. Lobby control yfir væntanlega í short control. Bara default lykt af þessu. Ekkert mikið að gerast á mappinu þannig séð annað en að Vega að koma sér fyrir í miðjunni. Nei, þeir ætla að fara early út mid to B. Ok, gott flass. Edison flassaður. Þessi grensa gæti verið gífurlega góð. Grensan hittir en Kitty Disco með puttan á púlstinum. Nær 2 í gennum smókinn. Og þá Rodríguez einn eftir en hann spilar á B-inu. Bundinn en Kitty Disco með ískalt 3K hér. Nei, 4K! Það kvotinn á Kitty Disco til að dansa inn í seinni hálfleik. Já, mér finnst Kitty Disco búin að vera að spila í sérflokki inn á þessu server. Já. Í fyrra hálfleik hérna, bara tímasetningarnar og skotin búin að vera að tengja. Það búið að vera bara mjög gaman að fylgjast með honum inn í fyrra hálfleik og við sjáum það líka á stigatöflunni 13-8 á honum leiðir vagnin fyrir Vega og KBJ þá það Solo á 12-8 þarna Edison fast að hæla honum svo Nonni, Rodríguez og Fínus þá það Pistol og þetta getur, sérstaklega í svona jöfnum leikjum, að þá skiptir rosalega miklu máli að splitta pistols. KBJ megi ekki við því að tapa þessu. Heldur betur, Deathcake í vesinni hérna. Fyrir á svörstunni bakka báðir, en það Kitty Disco sem fellur fyrst út miðju faraðir. Tökum við því það einn leikmaður inn á B-inu. Hann með dual Berettas og risastórt verkefni fyrir höndum til að reyna að hjálpa Vega í þessu rándi. Það vírus. Finnur bara hauskot en engin frögg og það næstu í flawless first note þannig að bara Nonni sem fellur og þeir splitta pistol. Bara virkilega skemmtilegt pistolhónd. Já. Út úr KBJ þannig. Leys það vel og ná að teygja svolítið á vörninni. Já, heldur betur. Fara líka bara í smá pack-mentality hérna í neðra og ná fröggunum á shortið og hrekja þá í burtu. Smá svona sneaky snake. Rodríguez á skátinu þessinni. Þeir eru 3 fyrir longið, 1 í Yasui og 1 að halda bíl á bínu. Engin ákunnu sérstaklega tekin hvert til að fara en ja, núna hún út longið með bombu. Það eru 2 á CT sem geta tekið á móti. Ekkert info shortið en samt kemur handspringja. Þeir hljóta að sánda að eitthvað, þú veist, eða Stratti bara að spila 4-70. Það gæti verið að hann hafa grensa eða flass sem kom á shortið á hann, að hann hafi verið að tímasetja það, sko. En eitt sem fyrir á shortið og 4 sem fara. Þetta flass gerir mikið hér. Nei, sér við því, horfir undan og Nonni og Edison. Þeir gera það sem að í League of Legends við köllum að farma. Já. Það var bara verið að, þetta var svona minions. Það var bara minions.
Bara eitthvað creeps. Já, einhver creeps. Og nægur peningur hann að Nonni sem situr á 6 og 1. Og bankinn að byggjast upp hratt hérna á tierliðinni hjá KPJ. Já, þeir eru búin að vera aðeins duglegri að byggja upp banka en hérna kemur fyrsta kaupið og já, ég meina Nonni með 4K senasta nátt með Mac 10 situr á 5750, getur droppað vappa í næsta nátti ef hann vill það. Vírus gæti verið að labba í frábært eða ömulegt og já, það var hið síðara solo finnur opnun. Þetta var dýrt strax í byrjun. Já, kústurinn gefur og tekur, það er bara þannig. Já. Manni undir hér veka. Áhugavert setup á A-inu. Ég er mjög hræddur þetta setup því að þeir eiga ekki shortið, eiga ekki longið og ef það er kollapsa á A-ið þá eru þessi tveir, Kitty Disco og Deathkick, algjörlega í sjálfheldu. Já, virðist ekki alltaf reyna á það, samt sem áður sjáum það að KPJ eru með alla leikmenn og bombu hér stilta upp fyrir utan B. Þar er það að fara að vera Furious sem að tekur á móti. CT smókur fær Deathkick til að smóka smóknu sinum. Ég fíla þetta þegar ákveða bara að kontakta hérna út eða svona mestu leiti en núna virkjast Furious, hann er bara að finna einn en hann finnur ekki fleiri. Brian með frábært spray í gegnum smókin en það er Fínus sem kemur með óvurum niður shortið. Finnur samt bara einn. Gekki grensa. Kitty Disco náða að klíra fyrir utan þannig að Rodríguez getur núna snitt spjótu sínum að lobbyinu og finnur Kitty Disco. Þægilegt first gun round þarna hjá KPJ og það verður að segjast. Þetta lítur miklu meira dominant út heldur en það sem Vega var að gera í sínu og Vega hlaða í tactical time out. Rétt tímasending, 100%. Já, þú veist, peningurinn er óþægilegur, þú varst að ákveða hvað þú ætlar að fara að gera næstu rándinn, þú getur ekki bara sagt, herri, já, hálfkaupi minna í öfnum pening og sjáum síðan hvað setur, þú þarf bara svolítið, já, núlstilla liðið, segja, herri, ok, við ætlum að reyna að fá þetta út úr næsta rándi, setja markmiðið kannski lægra heldur en við ætlum að sigra rándið, af því að það er eitthvað svona við CS-spilara og ég held að allir sem spilir CS séu svona að einhverju leiti. Maður fer inn í hvert einasta ránd til þess að vinna það. Já. Og stundum þá er það bara ekki rétta hugafari til þess að fara inn í ránd. Þú veist að fara inn í eitthvað hálfkaup, sjálfsögðu viltu vinna rándið, en ef þú segir, herru, árangur í þessu rándi eru 3 frögg og hérna að þeir fá ekki plant. Já. Þú veist, þá er það bara, herru, ok, þá gerum við það. Það er líka bara 100%. Að sjálfsögðu ferð alltaf inn í rándi til að vinna það. Já, ég skil það. En þú veist, það er svona seinasta objektifið. Já. Þú veist, ef þú tikkar í fyrsta objektifið bara náum 2 fröggum. Finnum 2 frögg einhvers staðar. Þá erum við bara góðir. Við erum búin að minnka peninginn eitthvað. Fyrsta fraggi komið. Getur Disco með opnun á Rodríguez en þeir eru búin að missa 2 leikmenn nú þegar. 1 Scout, 1 5-7 og 1 Digla í spilinu hjá Vega. Þetta var snirtilegt fragg en þeir eru allir 3 að koma frá longinu. Það eru 2 í vörninni. Kitty Disco núna 1. Ekki ennþá búin að skjóta út þessum eyðimerkur erni en það gerist núna. Solo Lár, Deathkick með M4. Finnur hann leikmannin sem er með 100 HP? Nei, gerir það ekki. Nonni finnur það fragg ákaflega gott spar hjá þeim samt sem áður. Já, og í rauninni bara sjúklega vel gert frá Nonna að búast við honum longið. Já. Þú veist, það er svo auðvelt þarna eftir plantið að bara einn hleypur í áttina á shortinu og hinn hoppar svona afturbak niður á rampin. Já. Og það hefði verið bara draumastaða og hefði í raun og verið bara líklega að enda með round tapi en Nonni gerir vel að lappar, klírar longið áður en hann lætur sjá sig en þá fáum við vappadúl hérna í miðjunni Vírus á móti Nonna. Gífurlega mikil fjárfesting hjá Vega, double vappasetup og Deathkick og Vírus. Þetta gæti verið rosalega gott eða ótrúlega dýrt. Og algjörlega eyðilagt efnaðið þeirra á þeir gætu mist þetta map frá sér. En við höfum séð Deathkick taka hann second vappa. Já, þú veist, eitthvað þurft að breytast. Þeir eru ekki búin að ná rondi hérna í seinni hálfleik, þannig að ég kann alltaf að meta það þegar fólk reynir. Þetta sem sleppur þarna óséður Fínus með frábært skot.
tökum eftir hvar hinn vappin hann á bílnum Furious leikmenn að hlaupa þetta fram hjá Kæri sem fátt þetta en Nonni finnur Furious Brian, hann ætti alltaf að falla hér nær engum tilbaka og Kitty Disco og Deathkick ætti að halda byssum hér því að þeir eiga ekki séns í þetta round 11 fyrir KBJ og ég minni áhorfendur heima, þetta er mappiki og Vega. Þetta er mappiki og Vega og þetta er mappi sem við töluðum að Vega myndi hafa forskot út af vöppunum sínum en það forskot hefur ekki skilað sér í lótum unnum allavega hingað til. Nei, bara alls ekki og ég meina Vírus var í rauninni ekkert í neinni efnahagslegri stöðu til að fá vappa termiðin, fékk hann í fyrsta skipti núna og við erum komin í 6-11. Þú veist bara því hann klúðraði einu skoti. KBJ að tapa ansi mikið af fólki hérna, elta þennan vappa. Finna hér Deathkick að lokum og eins og þú segir, slá stórt högg á efnahægin hjá Vega þarna hefði verið mjög mikilvægt fyrir þá ef að Deathkick heldur þessum vappa þá fara þeir allan inn með vappa inn í næsta ránd en Vega þurrkaðir út þarna og nú þarf að taka á hann stóra sínum. Já. 11 ránd komin fyrir KBJ og brekka fyrir fram að Vega. Eins og ég hef sagt KBJ, þeir frontrauna ótrúlega vel. Þannig að það var siglu fyrir Vega til að koma aftur inn í þann leik. Áhugavert setup hérna í lower fyrir Vega. Nú að kollapsa þetta á miðjuna en það enginn frá KBJ. Það einn í efra. Og getur þú að halda því en Finus fraggið. Stórt fragg fyrir Finus og ekkert rífragg akkurat núna en hér kemur það. Útlongið eru þau komnir. Rodríguez stjórnar þarna umferðarstjórinn á sætinu. Smókar smolli til að tefja örlítið. Hérna getur góð, gerir ekki neitt samt sem áður. Það er ekkert teljandi mikið að mollum þarna fyrir fullandi vesinni. Þeir bara loka þá út frá því að geta gert og skapa hlut og frábær spray þarna hjá Edison og tilbaka frá Brian. En það er Vírus núna MP9 í höndinni og Draumur Rodríguez á bíl með vappan og Nonni búinn að koma bombunni niður. Eitt HP á honum, finnur fraggið á hann en Nonni með rífraggið leið. Þetta var ekkert gífurlega fallegt hjá Edison. Þetta var bara svo snirtilegt. Já. Þetta var bara eins og á móti bottum. Og ég meina, staðan er 12-6, þannig að, þú veist, Vega eru kaldir, mætti kalla á botta, ég veit það ekki. Ég held að það sé kannski fulllangt gengið, en Það má aldrei komið heitu tekin maður. það er svona, þú veist, það er bara alltaf gaman líka að sjá svona spraytransfer bara yfir á svona headshot. Býtu. Nonni. Ha? Vírus gerði damage á Kitty Disco? Já, sko, Furious á 26 í líf, Brian á 46 og ég held að það sé bara búið að skjóta einu skoti frá KBJ. Já, jú, aðeins þarna útlongið. Furious, þessi grensa getur verið góð. Missir á tímasningunni eins og það. Rodríguez komið aðeins nær heldur en Furious gerir sig grein fyrir. Skemmtilegt play hjá Rodríguez. Hver er komin? T-spawn? Brian? Já, Brian. Hann verður að fá 2 hérna. Hann verður að fá 2. En, já, nær einum og Deathkick í hjálpinni. Hann nær 2. Finnur bombu og þeir finna líka Edison. Hann getur sett að finna en Edison við búinn. Wow, þetta hefur verið gegta. Oi, Edison, ef hann ætti fleiri kúlur. Wow, þetta var styrla. Hvað er í gangi með hennar dreng? Skulum átt okkur alveg 100% á því. Edison, þetta er bara sturlaður leikmaður. Og, já, hann þannig séð tók skref niður á við þegar hann fór úr Dusty og yfir til KBJ, en hans kraftar eru heldur betur að nýtast í þessu liði. Svo sannarlega, hann er rétt á þetta Nonna eiga frábæran leik. 20-11 á Nonna sem er líka ingame lítir hjá KBJ.
Plus það bara eins og við höfum talað það alltaf jafn leiðilegt að láta eitthvað sem heitir Nonni inn á server óna þig og það bara til marks góð kvöld fyrir KBU og þegar Nonni efstur á stigatöflunni. Já, þetta svona generic nafn, Jón og Nonni. Já. En smá skot á Jón með 0 Vega, þeir finna lotu í seinni hálfleik og við gætum alveg, ef við tökum spána mína og segjum að hún gildi, þá gætum við alveg að horfa á ákveðin kafla frá Vega. Já. Og ég meina sögulega séð þá þetta 12. ránd yfirleitt það erfiðast að yfirstíga menn svona fara að slaka aðeins á, já, þetta komið hjá okkur og þetta í bankinn byggst upp hjá Vega sem gæti gert þeim erfiðara fyrir en það byrjar allt á vírus hér á shortinu. Hittir þetta fyrsta skotinu og flassar, klikkar á því, komur í olbúa. Vírus hittir ekki öðru skoti. Loksins Furious með frakkið þetta. Solo, hann kominn upp á sætið, misti af slottinu en þeir hafa þetta af. Það var smá crab walk upp á sætið en allt kom fyrir. Aðeins já, láta reyna á lappirnar. Já. Ég skora á alla sem að horfa, þú veist, næstu þið farið inn í eldhús að ná okkur í snakk, takið svona krabbalapp fram og tilbaka. Komið sér og látið okkur vita hvernig ykkur líður í lærunum. Já, það umlegt. En Vega, 2 lotur í röð setja KBU á spar og don't call it a comeback. Það bara þeim alltaf 10 þá myndi líka alltaf comeback. Don't call it a comeback. Ef einhver getur sagt mér hvaða artisti rappaði þessa frægu línu, þá var ég mjög impressed. En það bara sópað upp þessu spari. Don't call it a comeback. I've been here for years. Ice Cube? Ég held ekki. Ég held að það hafi verið eitt besta rappnafn allra tíma. Okay. Sem LL Cool J. Já. Sem stendur fyrir Ladies Love Cool Jeans. Bara no joke, sko. Hann samt eidaraðu nettur, sko. Hann var geggjaður í Deep Blue Sea, sko. Já, ég LL Cool J maður, sko. En Vírus, hann að taka aggressíva línu á Nonna. Nonni sér hann ekki í hoppinu. Þetta var skemmtilegt. Slepp með skrekkinn, en Edison. Sleppur ekki með skrekkinn. The Punisher, Edison. Og heldur þú sér búin að sleppa, þá mætir hann. Stórhættulegur. Manni undir, engin vappi vissulega KBU megin, en það saga fyrir annað ránd því að þeir eru einu rándi frá því að tryggja sér sigur í map-picki hjá Vega. Flassið þetta komaðinn út, longið og Deathkick einn í vörninni. Hann að fara að blindast hér. Finnur 1, finnur 2, finnur 3, Deathkick! Skiptir í AK-1 og Solo. Hann með bombun á bakinu en hann með fáa vini. Og finnur geta þið líka, þeir eru 2 og 2 og Nonni í skemmtilegu stöði, þeir viti ekki af honum á shortinu. Hann verður að fyrsta kontaktið. Spilar þetta skemmtilega hér. Og geggja flassarna, droppar niður. Plantið kemur inn og hann sá það báða. Brian einn eftir. Solo, já, hans grensar þarna niður. Vel geranlegt rándið þarna fyrir Brian en hann þarf að hitta skotum og Solo að fara að spila headshot angle og Nonni að fara að taka kontakt. Þetta fullkomið. Þetta svo óþægilegt. Búinn að finna fyrsta. Solo, hann á ekki neitt. En hann á no. KBU taka map nummer 1, taka map-pickið frá Vega og setja sig í 1-0 farandi inn í Nuke map-pickið sitt. Það spilaðist aðeins öðruvís heldur en bjóst við og þrátt fyrir það að ná fyrsta landinu þá eins og þú bentir réttilega á þá eru KBU svo ótrúlega fraggmiklir að þeir héldu efnahænum niðri og einhvern veginn hafði Vírus aldrei pening til að fara á vappa til að stjórna einhverju línum eða stjórna miðjunni og
Furious þurfti að fara á skát bróðurpartina af helminginum vissulega, þú veist, mikill skaði sem kemur á því en samt sem áður, það er bara betra að vera með vapparana til að stjórna línunum því að maður þorir að kíkja í skát, maður þorir minna að kíkja í vappa og vill nota utility til að koma þeim af línunum svo framvegis. Ég myndi líka að segja, sko, þú getur verið besti skátspilari í heiminum. Já. Vandamálið við skátinn er að þú klárar ekki matinn. Já. Skilur, þú veist, ef þú tekur eimdúel með AK og þá bara 80-90% tilöka þá kláraru eða tapar. Þú veist, þú klárar anstæðingin eða tapar. Já. Við sjáum það trekk í trekk, bara solo, ég meina hann vinnur hérna síðasta rándið með 4 eftir í lífi. Það bara, þú veist, þú þarft ekki að vera með meira heldur en 1 til þess að geta loka rándinu eða til þess að geta haft impact. Algjörlega. Og hérna sáum það líka í rándinu þar sem að þú veist, Nonni klírar longið, báði leikmenn lágir en Nonni með eitthvað 8 í lífi eða eitthvað getur samt fundið tímasetningur og hitt skotinu og verið á undan. Þannig að það er þetta vandamál með að klára ekki matið sinn að skilja alla þessa leikmenn eftir á lífi. Þú verður að geta fyllt í eftir á einhvern hátt, annarkvort með, þú veist, betri grenum eða, þú veist, með einhverjum mökkum eða einhverju þannig. Annars verður allir þessi kaos og allir þessi skaði og allt það sem hún skapar við þessu vopni bara til einskis. Og náttúrulega þess vegna er vapinn betur heldur en skátinn. Af því að ef þú hittir með vapanum, þá ertu öllu líkindum að fara að klára matinn. Og þú veist, það er engin eitthvað, þú veist, hugsa þetta svona, það er engin sem er eitthvað, yes, ég legga hann. Nei. Skilur, þú veist, en svo spilar þau skát og þú ert bara eitthvað, ég taka hann, þú veist, og maður er alveg bara eitthvað, hei, hann er takkaður, skilur, þú veist, alveg bara svona, þú veist, maður er peppaður þegar maður hittir eitthvað með skát. Og svo er maður bara drullu ósáttur maður leggar eitthvað með vappa. Og það er bara munurinn á þessu tveimur vopnum. Já, það er nákvæmlega þannig. Beittir samt sem áður KPO, þeir voru undir bróðurpartina af tímanum, náttúrulega förum 6-6 inn í hálfleikinn, en síðan eru þeir bara orðnir það heitir nú þegar og lítur bara miklu beittari út bara inn á server heldur en nokkuð að veka. Já, spurning hvort að veka séu bara eitthvað hægir að koma sér í gang hérna þetta kvöldið. Ég held að ég alveg meira inni, ég held að þú veist, ég meina þeir tóku fórustuna framan af, KPO börðust tilbaka seinni helmingina fyrir hálfleiknum. Veka litur betur út komandi bara, þú veist, hérna úr hliðinu byrjuninu kvöldsins. Já. En spurning hvort að KPO geti haldið þessum sama kraft inn í núk og bara svona mætt og klárað, skilur við, eða hvort að við séum að fara að horfa á svona svipaða dýnamík og þá hvort að það fjari undan KPO-liðinu endir aftur og afturfætunum snemma. Stóra málið þarna líka, þeir splitta pistols. Já. Þú veist, og ég held að þú veist, Veka sá aldrei til sólar þarna í seinni hálfleik fyrir en bara KPO eru komnir í 12. Já. Ég held að þetta hafi farið hvað, 12-6, 12-7, skilur við, eða 11-7. Þá byrjuðu þeir að spilna á móti. Ef þeir vinna pistólana, allt annað leikur. Já. Þannig að já. Og líka náttúrulega fjárfestingin, þú veist, þeir komast í 9 út frá pistólinu, síðan kemur double vappasetupið sem að feilar, þá eru þau komnir í 11, þá eru þau komnir með pening aftur, þannig að þetta fer ansi fljótt bara til fjandans, en hver er MVP? Sko, ég ætla að gefa Nonna. Já. Mér fannst hann spila frábærlega, hann með frábært stöf, hann er stjórnarliðinu, atkvæðamestur, eða einna atkvæðamestur á skorbortinu. Hann bara virkilega impressive leikur hjá Nonna. Mér fannst að spila gáfaðan, flottan CS með krispskot og gott jútil. Get ekki beðið meira það. Já, er Nonni að fara að leiða til sigurs 2-0. Næst á dagskrá setar krík í Idaho, Iowa eða eitthvað af í fylkjum í Bandaríkjunum. Ekki framhald. Já, hann er kerið 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að það. Strákar, koma að núna, vonum. Nei, bílnúmer, já, það er BNT27. Já. Flott maður! Ég sagði flott maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ.
Come on! Velkomin aftur, KPJ einu mappi frá því að krækja sér í sigur í þessari viðureign. Vega komnir á bakfótinn og við tekur Nuuk. Bara svona sögulega séð, þá Vega og KPJ bæði lið sem að fíla Nuuk alveg töluvert. Þú spáðir KPJ sigri 2-1, það ekki? Jú, þetta ekki bara svona þetta klassíska? Liðin taka mappikið hjá hvort öðru. Já. Og svo förum við þriða mapp og þá fáum við eitthvað rugl, skiljum við. Það er það sem ég er svona dálítið að tippa á, því að Vega, þeir eru með betri mannskap í Nuuk, finnst mér. Sérstaklega ljósið þess að þeir eru með vírus, en þeir verða að koma að vappa. Þeir verða að gera það. Já, og ég ætla bara að benda á það. Þú sagði 2-0 Vega, sko. Já. Þannig að already winning, sko. En já, þú veist, eins og þú segir, þurfa að koma vírus almennilega í gang. Þú veist, mega ekki festast í þessari gildru að vera bara einhvern veginn að forsa, þú veist, vera í erfiðum efnahag. Svolítið stórt gamble að taka þetta double vappa setup þarna. Ætlaði að gera það aftur í Nuuk. Þú veist, það er alveg mapp til þess, getur alveg komið fólki á óvart, en það virkaði ekki döst. Getum við kannski fengið á hliðinni hjá þeim aðeins meira proactivity, aðeins meira frumkvæði. Fannst þér svolítið svona vanta þessi aggressive play sem að við kannski vildum sjá meira hjá þeim á varnarhliðinni. Fannst samt sko eins og aggressive playin hjá þeim í Dust 2, þau voru til staðar, vissulega. Já. Það var ekkert rosalega mikið. Já, það var ekkert rosalega mikið af þeim, en þú veist, þau voru ekki alveg útpælt. Eina útpælta scenaríu sem ég fannst einhvern veginn var þegar vírus fór upp miðju og var að tjekka Sui, því að það var smóku fyrir aftan hann og það var leikmaður þar og hann slappur reyndar ekki lifandi frá því, eftir að kenna. En þú veist, það er eins og þeir séu bara að spila dífældi sín og sjá hvort það geta fengið eitthvað út í því, eða bara eitthvað kolbind frá spóni eða eitthvað hannig. Vantar örlítið meira svona eins og þú segir. 100% sammálaðir proactivity. Þetta er mapp sem að býður 100% á það, sérstaklega í útisvæðinu og rampinum og já, tölum ekki allar að opna ískur sítímen eða eitthvað svoleiðis og reyna að spila ekki það með vappa eða M4 eða hvað það er. Það þarf að gera eitthvað, því að ef að KPJ halda upptekunum hætti, þá eru þeir að fara frontruna þetta og vinna 2-0. Já, bara ef að leikur 1 málið og og mér fannst það akkurat, þú veist, KPJ gerði vel til þess að refsa þegar það komu aggressive play, þau voru kannski ekki alveg eins samstilt. Mér fannst flottari varnarleikurinn hjá Vega, þú veist, þeir voru rosalega mikið að keyra á mjög góðum tímasetningum, þeir voru að kremja sæt rosalega vel, láta, þú veist, varnarmanninn þurfa að horfa svolítið á 2 mismunandi staði, svo bara einhvern veginn hvarf það út í sandinn, þú veist, þeir voru einhvern veginn ekki að ná að samhæfa sig eins vel
á City-hliðinni, þú veist, í þessum playum og sama bara þegar þeir lentu á afturfætinum að þá fannst mér þeir svona hörfa svolítið inn í skilna og ef þú ætlar að taka einhver proaktív play að í þessu mappi að þá þarftu svolítið líka að committa á það að vera proaktífur það rámt af því að, jú, þú tapar vírusanna út miðuna en þú veist, var einhver að púsa short eða þú veist, var einhver að leita einhverju long gefum Brian það, þú veist, hann púsaði út long hann og kom í flankið en bara virkilega vel spilað þar hjá Edison aftur til þess að klötsa þannig að þetta var kannski svolítið bara Edison að refsa öllum proaktífu playunum hjá þeim. Ég rosa hrættur um að Vegas séu í vesinni ef að þeir ná ekki að stoppa sóknina út af því að sjálfsögðu þetta er mapp-hikki á KBJ KBJ byrjaði þar að leiðandi yfirgnæfandi líkur í terr ef að þeir halda upptöngum hætti halda áfram að setja bara sitt mark á hvert einasta ránd því að þú veist, þeir voru að vinna þarna nokkur ránd í röðu vega en KBJ var að fragga svo vel að þeir ná aldrei að byggja banka og þú myndist á það og þetta er það sem að þetta rosalega hættulega við svona vel skjótandi lið sem að, let's face it, KBJ spilaði meira CS heldur en Vega. Þeir koma væntalega heitir inn á serverinn á meðan Vega mögulega, kannski búið með eitt face it eða eitthvað hannig. KBJ mögulega búin að spila meira. Ég ætla bara svona, ég ætla að fullera það á þess að hafa 100% sannanir fyrir því. Þannig að hérna skiptir bara máli að þú ert að mæta gífurlega heitu liði bara eimurum sem að spila saman. Þetta er erfitt. It's a tough job for Vega here. It's a tough job, but somebody's got to do it. Já, og ef Vega ætla að setja sitt mark á þessa deild, þeir eru nú þegar konum með tap á móti Hyper til dæmis. Þeir eru konum með þá 2 töp í deildinni sem að er mjög hættulegt. Já, það er svo sannlega hættulegt. Og ég bara, eins og ég segi, þú veist, það verður bara að ráðast núna þegar við förum inn í Nuke. Það er nákvæmlega þannig, en eins og við spáðum fyrir Vega City megin og Furious opnar þarna vendið og Edison kom með Brian þarna. Góð opnun. Furious og Virus með 3 hvor, Nonni með 1 tilbaka, 3 á móti 2 hér, Furious ennþá á gólfinu, vita honum, hann er komið 3K! Það er gamli maðurinn sem á hellingabönnum sem að setja sitt mark á þetta ránd og Deathcake í bakið á Nonna, vel tímasettur og Vega krækja sér í pistol hér strax í byrjun. Gerðu nákvæmlega slíkt hið sama í Dust 2. Fylgdu eftir og gerðu góða hluti en hérna fáum við að sjá hvað KBJ gera tilbaka. Forsuði full inn í Delando Rodríguez með Diglu, Edison með mökku og Tech9 á restina. Þetta er gott forsound og þeir eru með gott jútil á bakvið þetta og smokebackurinn er kominn, þeir æða niður, þeir ætti að sounda þetta allt saman. Rótið er komið, Furious kom með smokinn, þeir eru flassa í gegn, undirhand. Furious er skörflindur! Vá, hann náði ekki að snúa sig við. Hann náði ekki að snúa sig við. Edison með annan. Ó nei, þetta er alveg að falla sjálft sig. Sprayið ekki smokinn. Hann finnur ekki mannin. 3 á 2 hérna, 1 á 2 Deathcake. Hann er með kitt. Það er smokur niðri. Það er tæft. Það væri samt svo geggja play. Vá, solo. What a shot. Þetta var þvílíkt 2 skot að það hjá Solo. Já, þetta var svona aimer skot, sko. Já, þú hefur ekki tíma til að hugsa þarna. Nei. Það er bara þannig. Þetta er ekkert nema viðbröð og vöðminni. Hvað er Furious að gera þarna? Hann er komið smókinn niður. Hann ætlar að spila nálægt smóknum til þess að reyna að stoppa þá. En samt með M4. Já. Hann er með M4 upp í smókinn. Hann verður að reikna með því að þeir að fara að forsinni í þetta ránd. Þetta er illa spilað hjá Furious. Það er verður að sýna virðingu þarna fyrir því að það eru mögulega 3 frá hoppandinginu smókinn sem að gerðist. En að sjálfsögðu flassið,
hann sér flassi koma út og bara ég næ ekki snúa mér ég er með ólíks At that moment Já. He knew Þá vissi hann hvað var að fara að koma. Það nýr dagur, nýtt round hér og við sjáum 5-7 deglur og MP9 hér í höndunum á Vega til þess að reyna að spyrna við. Skemmtilega jútilega þarna á rampinum. Vildu alls ekki fá lobbykrönsli áskil frá rampinum. 2 grensur, 1 molli og 1 smóku sem var nýttur í það. Deathcake. Já, það er Rodríguez innum megin. Rampspilar á móti rampspilara hana. Og þeir ætla að koma á rampin að búlja Deathcake. Núna veit ég ekki hvort að ég sé að lesa rétt en mér finnst vera 1-0 fyrir Þór á móti Dustin. Jaha. Já. Kannski fá framlýstur til að staðfesta það fyrir okkur en það er búið að vera flott take hérna hjá KPO. Þeir eru komni niður, Vírus hér til varnar, hann er fundinn, Nonni með smell. Já, Nonni smell heitir hana. Ég skal nú bara reyna að staðfesta það fyrir því líka. Það myndir náttúrulega gera, það myndi hleypa mjög miklu lífi í deildina ef að... Já, ég þetta með eina sko, geggja tölvuna frá mig, ég hlýta ekki að opna hana og kíkta eitthvað. Já, það er bara rétt, það er 1-0 Dusty. Já. Og þeir leiða, sýnist mér, leik 1-0 Þór. Já, 1-0 Þór, já. Ef að Dusty tapa seríunum sinna á móti Þór, þá er KPJ bara aftur komið í slag sigurinn. Og þetta er engin bekkja leikmaður þar inni. Nei. Þetta er bara allt line-upið í heilsinni. Erum náttúrulega með nokkra leikmenn á bekknum sögum þess að já, það eru menn sem að ferðast og svo framvís. En sko, hversu sætt er það fyrir Þór? Ígulega sætt. Það verður mjög sætt og líka fyrir KPJ. Já. Það sem að þeir eru nú þegar með sigur móti Þór. Það er rétt. Og þetta eigur svolítið það sem er verið að spila hér milli Vega og KPJ. Þannig að mikið að vinna hér fyrir KPJ og til mikils að tapa fyrir Vega. Vírus. Aggressífur þetta inn í gula. Flassi kemur. Það er einum Deathcake. Það er farað þarna 3 út Deathcake. Guð Bjarnar greiði þarna við félaga sinn en Furious, hann er að bakka hér. Furious hugsaði sér tvisvar Það er Brian Gert, hann vinnur Edison. Þetta er, já, skellur að vera uspaður, viðurkenni það, en rándið ætti aldrei að vera í hættu, svo sem 22 AP á Furious með deglu og armor, gæti krækt sér í AK hérna. Þetta er standoff þarna. Nonni degla á hann, en 3-1 fyrir KPJ. Þessi leikur, fyrri leikurinn fór svo mikið sem 13-9. Já. Í Núk. Í Núk? Já. Það er ótrúlegt. En það er þessi stígandi sem við vorum að tala hérna áðan í Þórsliðinu. Mozart með 23 frögg, Viktor með 19 og Tony og Rafle með 18 og 22. Þetta er bara frábær niðurstaða hjá þeim. Horfðu á beltin hjá Vega þarna, þau eru tóm. Já, Tommy. Þetta er slæmstaða. Þetta er bara, þú vilt alls ekki vera hérna í Núk og Rodríguez. Þetta var mjög mikilvæg frögg frá honum. Hann er búinn að jarða útivörnina. Furious komin í rótetið, Edison næsta kontaktið og eftir sitja 2. Það er rándið bara farið. Rándið er búið. Þeir spöruðu, fengu ykkur frögg en það er Rodríguez sem að bara lokar þessu strax í byrjun. Góð opna frögg frá honum. Stormavísu inn á A-ið og mæta þar vörninni en Fínus tekur 2, klárar þetta og KPJ virðast vera á þvílíku rönni hérna
það hægist ekkert á þeim þrátt fyrir það að við skiptum yfir í núk og ég veit að ég sagði að þetta er langt kvöld fyrir okkur en það gæti bara verið að við séum að fara hérna út í 2 ef að fram heldur. Já, þetta er timeout tekið að veka. Hér þurfa að stilla saman strengi, ná upp einhverjum örlitum pening og strengja saman ránd. Þetta fyrsta ránd og hafa í rauninni ekki séð til sóla síðan þá. Þeir eru að misplaya dúelin sín. Þeir eru að kaupa lítið util í util heavy mappi. Þú veist, ef þú ert með CT með ekki util, hvernig það er að halda úti? Það er bara frábær spurning. Það kom bara navísmókar og þeir bara, ok, við ætlum bara að leita dúelum, við erum 4, þeir eru bara 2 max. Já, og líka bara sérð hvað þeir reyna, þú veist, þeir reyna að pikka þannig gegnum smókin til þess að sjá eitthvað og reyna að grípa eitthvað á krossinu. Reyna einangra einhver að fæta og koma sér í eindúður og það bara gengur ekki þegar þú ert undirmannaður þarna úti og tala nú ekki bara, þú veist, þarna þarf einhver að taka það á sig, bara einhverjir 2 að segja, heyrðu, kannski kaupi skátt í þetta rátt eða ég kaupi hérna MP9 og spila einhvers staðar close og við fáum allavega fullt belti á 2 leikmenn. Já. Og frábært þetta Deathcake! Þurftu þetta grípir í AK en Finus nær honum líka! Deathcake, það er líf í einu manni! Strákar, það eru 2 AK-ar á rampinum. Já, mætti halda að Deathcake væri svangur og hann mætti að fá sér að borða þarna á rampinum. 5-7 er alveg skítu bissa. Þetta er best versta bissan í leiknum, það er bara þannig. $500. 3K. Alveg galið. Jæja. Solo Rodríguez, við skulum samt ekki gleyma, þeir eru að spila á móti leikmönnum sem eru á pistlum upp til hópa. Þetta er ennþá gerlegt, já, nema þegar að Brian tengir deglunni. Og Rodríguez fellur hér að krossa niður í Secret. Spurning þegar séð á báða, já, vita að þeim núna. Þetta hefur verið eitthvað. Þetta hefur náttúrulega verið rosalegt. Þetta hefur verið eitt af sjúkasta sem ég hort á bara í deildinni. Það reyna að taka einn Ederson hana. Búin að horfa á liðseflaði sem spraytransfera 2 sinnum þar sem að er leik, að er seríu. Og núna er Vírus komin á vappan og Vega bara gera virkilega vel og það er allt á bakinu á Deathkick. Já, bara Deathkick gerði vel. Restinn bara var á kótelinu hjá honum, sko. Þetta... Þannig að sér þetta 4 AK-ar sem við fara með á City-hliðinni. Já, þetta er mjög gott fyrir efnahægin hjá Vega í þokkabóð sem voru á bakvætinum hérna. Þetta er tíminn. Það þarf einhver að molla Secret. Já, þarna kemur sprengja, smókin, vita af þeim þarna núna. En þeir finna ekkert pick. Það sé gott en Vírus klikkar á skotinu. Mollin er góður en loksins tengir skotið. Þetta er smókur. Skemmtileg smókur. Já. Þetta er segðan hann er að hoppa upp. Það er enginn. Nonni með Deathcake. Jú. Rampurinn opinn. Furious er uppi. Þeir hljóta vita. Fyrir tímasetting. Hann er komin fyrir ofaði Vírus. Já, ok. Ég meina, þeir vissu af þeim hann fyrir utan. Já. Og Vírus vissi af Ederson hann uppi. Þetta er áhugavert. Hann hafði í rauninni ekkert... Svo er tímasettingar. Nonni er í squeaky. Það eru 2 menn búin að fara út hött. Þetta er út í hött. Þetta er út í hött. Heyra hoppið akkurat núna. Þá virkjast Furious. Furious 6 HP á honum. Eiga geta disco ennþá inn í gula en þeir eru ekki búin að fella Furious þannig að búast við að einhver gæti verið að koma út úr hött og já, geta disco fellur. Þetta er ekki vel spilað. Þeir eru að hleypa þeim of nálagt. Þeir eru ekki að hitta skotunum. Það vantaði eitthvað upp á komsinn þarna. Það er bara þannig, þú veist, þú sérð á 2 krossa, tekur vappaskotið, þið smókið hurðina inn í hell, svo bakkaru alveg í var og þú heldur stiganum. Hvert eru þeir að fara? Þeir eru ekki komin inn megin, að líða einhverjar 8 sekúndur, sjálfsögðu maðurinn að hoppa upp heaven. Já. Í það minnsta þarf það að gera ráð fyrir því að það sé möguleiki og Furious er bara heppinn að sleppa með lífið sitt þarna af því að hann er akkurat að droppa. Ég er ekki
ekkert rosa hrifin af þeim þess að Furious sé að sleppa þann lífsitt. Mér finnst eins og hann eigi að fæta þessa stöðu. Því að, ok, þú getur diglað hana og reynt að nota Peakage Advantage bara á móti eða eitthvað þannig, en leið þú ert búin að gefa heavenið, þá þetta dálítið bara búið. Já, og svo, þú veist, Vírus, hann stendur þarna ennþá í hellinu, vitandi það að þeir eru búin að tapa heaven. Já. Í staðin fyrir þá að reyna að bakka og klíra ramp eða finna eitthvað á rampinn, þá kýs hann að reyna við ómögulega fætin upp stigan. Já, mér sýndist mér að Deathkick hafi fallið þarna svona einhvers staðar í millitíðinni, hefði getað rótið þangað og fengið kannski eitt fragg eða fæta frá þeirri stöðu, þannig að það hefði alveg verið bara mjög ákjósunlegt, þannig séð. En annað kaup, mappi á Vírus. Já, og þarna skiptir miklu máli að hafa sparað alla þessa AKA og þú veist það lítið sem ekkert að fjárfesta í síðasta rándi, en þá kemur mjög svona tæpt play. Það engin samheldni í þessu KPJ-megin í þetta skipti. 2-2 hins vegar. Brian á útisvæði samt sem áður og eitt leikmaður komið niður. Undirandaði Smoke, Deathkick í réttristi og þetta. Ég svo hrifinn af þessu. Ég svo seldur. Brian ekki alveg að kaupa þetta. Mér ætti að vita allt núna. Býtur nú við. Brian, hann komin í viðbyggingu. Solo og Rodríguez. Brian, hann býst ekki við þeim. Hann býst aldrei við þeim upp secret. Hann býst við þeir hafi farið vent. Þetta var geggja play. Já, þetta var sturda play. Þetta kall. Algjörlega gerði rándið. Hann nær frakkinu. Rodríguez á ekkert HP hérna. Heldur sér línu. Hún finnur frakkið á Deathkick. Spilar þetta vel, spilar eftir HP og þetta var ránd sem að Vega áttu að sigra en bara leitrand call frá KPJ sem að siglir þessu 7. rándi heim. Já, KPJ konum með 6 hérna á T-hliðinni. Það er ekki eitthvað sem þú vilt sjá ef þú ert Vega aðdáandi akkurat núna. En það var eitthvað sko eitthvað mjög skrítið við þetta push inn á A-side. Þetta var ekki sko mjög KPJ-legt hvað þeir hlupu inn einhvern veginn 1 og 1 og ég sá ekki hver það var en maðurinn sem stendur inn á gólfi fær 2 1v1s og tött og Squeaky. Já. Það svingar síðan með uspuna í ískur. Það er skemmtilegt. Þögn yfir mappinu og það er midrand kollið að fara út nokkrir. Brian með yfirmyrkurörnin í vörninni spottar þetta eitt leikmann. Ætlar að repositiona endur staðsetja sig. Gott flass. Rodríguez með fyrsta. Rodríguez með annan. Hann er hrifinn af þessum einvíum sem hann fær þarna en Finus stendur sína plikt inn í ískur og er búinn að klíra út ískrið algjörlega. Vita Vírus, 4 sem geta hent niður sprengjunni hérna á A-sætinu. Út úr sökkunni. Hvað gróðan hann er? Hann fann hana hérna í lobby. En þetta segir hann lætur ekki blekkjast, hann fylgist vel með Squeaky og svara þessu 7-2 Tommy. 7 deuce, never lose. Fyrir ykkur póker aðdáðandana. Æ, ég veit ekkert um póker, ég er alveg hræðilegur hérna. Ég veit bara þetta er versta hendin. Tölfræðilega segi ég, já, versta hendin. Mjög margir sem spila hana samt af því að hún er versta hendin. Já, mjög margir sem spila hana út af því að líka þarna það er veðmál á borðinu oft. Vinnir með 7 deuce þá farið bónus. Kitty Disco, hann er að opna reytingin hérna, Furious fylgir eftir og það gæti verið eitthvað líf í Vega í þessari lotu. Heldur betur og virðist vera nonna þetta einu tilbaka, Lár hins vegar. Brian komir í rótindi, þetta ætti alltaf að vera round nummer 3 fyrir Vega. Allt af. Þetta er að greina þarna, þetta er búið. Nei, greina fyrir of langt, ekki þessi. Brian. Nonni bara hlæra þessu, bara ha. Hvernig misti hann ekki HP að fyrstu? Já, hún fór aðeins og langt, vinnur.
M4-kaup, vírus og vappanum og hlutinni líta betur út núna í seinni partinum af þessum fyrri hálfleik heldur en þið gerðu í byrjun. Mjög kaflaskipt hérna, Vega með stakt ránd og KBO að raða inn rándum þar á milli. Já, og búin að halda efnahagnum svona þokkalega góðum og við skulum muna það að eitt af þessum rándum sem Vega eru með hérna 3K push rampin hjá Deathkick. Já. Þannig að betur má að gera skal, það svolítið þannig. Brian finnur þarna Rodríguez, búin að vera heitur Rodríguez hérna í þessum leik fyrir liðið sitt en fallinn hér, búist þetta í þessu. Brian, hann tekinn í hliðina en ekki áður en hann finnur Fínus samt. Sen með 2K hérna, vappan að finna ennþá í glugga, getur bara keypt tíma með að halda þessari línu. Nonni í middeltíðinni á næsta kontakt samt passífur þarna á ískurventinu. Þeir vita af þetta sem þarna, þeir geta bara ekki klíra hann út. Það að halda báðum megin við. Nonni finnur Fínus og það vappi fundinn þarna, sprayið geigar. Vírus low en lokaður út úr heaven, geta hent niður sprengil núna. Og einhvern veginn þráttur þess að opnun þá eru Vega komin í 2-2 retake hérna og Deathkick mun virkjast fyrst hér út hött. Öll athygli á heaven. Ef Deathkick lappar út núna, hann gerir það, búinn að finna Nonna. Hendur hann að flassi, ætlar að finna eitthvað annað ennþá hérna. Púsar hann ekkert með vini sínum. Hundinn og Vírus skiptir í M4, klára rándið og komnir í 4-1 ránd eftir að hálfleiknum og Vega gætu bjargað andliti hér. Veistu, þetta var alveg bara tæft. Já. Deathkick tekur ákvörðunina að fara á aðra possu. Það búin að láta vita sér út hött. Ef að sá leikmaður hverfur allt í hennu, hvert hann að fara? Þú veist, Bóbar plöntuð að sko. Hann ekkert að fara að hlaupa út og koma inn megin sko. Nei. Það bara, þú veist hann að fara að koma secret. Og í raun og veru bara eina sem þetta gerir kannski að búa til eitthvað smá óöryggi í solo sem þetta gerir þarna í lokin. En það var eiginlega meira bara heppni heldur en eitthvað annað. Ef að solo tengir þessum kúlum á vírus í heaven þá ætti hann að fá bara frekar þægilegt 1v1 til þess að klára hann. Já, algjörlega. Sprengja smókin, Edison ekki komin alveg að kemst inn í viðbyggingu. Fær einvíi en Kid Disco gerir vel. Refrag kemur út, Vírus kemur í rótetið og en dettur strax út no-zoom hjá Rodríguez í millitíðinni og Deathkick allt í einu einn eftir með vappa á rampinum. Þetta var bara sem við köllum mjög krisp AK-skot. KBU bara lappaði út og bara skaut í haus. Já. Edison fremstur í broti fylkingar býr til svo ótrúlega mikið pláss þegar hann kemur þarna út úr viðbyggingu og byrjar að leita einhverjum innvíum þarna. Það enginn að pæla í gula og ískur í millitíðinni. Vissulega voru ekki einu svona tveir til staðar á gólfi, einn upp í heaven, einn á gólfinu. Kid Disco að spila öfugt default og já, default. Já, þetta gæti verið bras. KBO, pistol. Já, þú veist, þetta er náttúrulega bara krisp gaurar. Þeir eru að koma heitir inn í leikinu og sérstalega þeir eru betur skipulaði að liða þetta. Deathkick, hann er búin að opna hér á Edison og það er búin að taka Fínus niður líka og þetta pistol lítur vel út hér fyrir Vega. Þeir ætla að koma heitir og hraðir hér inn í seinni hálfleikinn. Furious heldur ventuna þannig að Rodríguez býður svolítið en lætur finna sig Vírus. Hann er bara farin að taka þessu persónulega. Búin að skella í 3 frögg hér í pistolinu. Þetta var skemmtilegt innvíi hérna. Furious er reyna að sigla öll skotin úr öspinu út. Vírus mætti með hnífinn í stigan. Ég virði þetta. Þetta er peningur í bankan og vappi í hendurnar á Vírus. Já, þeir fiska sem róa. Það er bara svolítið þannig. Það er nákvæmlega þannig. Nonni bara að reyna að krækja í einhverja auka $300 hérna fyrir forsið sitt í næsta. En allt
kemur fyrir ekki. Vírus á 3K til að klára þetta fyrsta ránd hérna í þessum síðari hálfleik. Einu mappi undir, 8-5 undir og comebackið verður eiginlega að byrja bara hér og nú. Vega búin að taka bæði pistol. Já. Núna þurfa þeir að ekki gefa KPU ránd nummer 2. Algjörlega. Sjá, minna Rodríguez, hann á 5-7. Solo á Scout, 2 MP9 og 1 Degla. Vírus. Menn þarna mætast í smóknum, veit ekki á hver öðrum. Rodríguez í góðri stöðin. Ég held að hann gruna ekkert að Vírus sé eitthvað að lúra inn í þessum smók. En Vírus hefur fulla vitnesku. Finnst mér Rífreki gott. Pláss sem þeir eru samt búin að búa sér til hérna úti. Það geti í rauninni verið bara óþægilegt fyrir Solo. Hann býst ekki við leikmannum, hann er svona nálægt það sem að Mollin hefði þá væntanlega komið í veg fyrir það að hann geti gert eitthvað en Fínus geti fundið eitthvað hér. Nei. Klára það, Edison og Degla. Iconic duo. Já. Þeir eru 2. Mjög þægilegt þegar fólk kemur upp stíga, þetta er svona eins og að spila svona whack-a-mole. Já, þetta er bara þægilegustu rögg sem hún farið, sko. Getið spottar hann út senasta leikmannin í Nonna, sækir í 1 stykki hauskot og þar með 7. rándi fyrir Vega. Já, Vega á góðri leið með að svona jafna þennan leik hér. Sjáum núna peningurinn er ekki frábær KPU megin. Það forsuðu þeir inn í þetta ránd. En við getum gert ráð fyrir því að Vega geti krækt sér í 1 í viðbót og við förum að sjá gun round. Það verður áhugavert að sjá hvernig KPU átt að spila gun roundi sín því að já, við sáum pingu aggression í döstlöðu miklu meira enn hjá Vega. En ekki í þessu rándi. Hægt og rólega bara koma sér fyrir saman margir, reyna að finna einhverjar opnanir, jafnvel einhverjar fría byssur. Það væri ágætisbyrjun. Þeir eru búin að sjá Molla og Grenu kombóið í gegnum skylightin sko úr Heaven ofan á Silo. Já, ég er búin að segja það. Er það ekki úr Auts eða Uglu eða eitthvað svoleiðis? Jú, þú veist þannig framalega á kattinu. Já. Heaven megin, ég veit ekki hvað það kallast, en Fínus. Ó nei. Hann er búin að finna einn hér og það er búin að finna annan. Þetta er sem búin að opna reikningin hér og komið með AK í hendurnar og Furious, hann er fallinn! Það er makka í hendurnar á þeim, 2 eftir, Brian og Deathcake, spottar þarna 1 leikmann upp í Heaven. Það er Uspa sem er á Nonna. Ætti að heyra ef að þeir hoppa upp. Nonni var að gera slíkt þið sama. Verður að klíra þetta út. Klírar ekki full, nei, hann skýtur þegar leikmanninu farir framhjá. Þetta hefði verið svo þægilegt fragg fyrir Nonna. Þetta gæti verið rándið. Miklu erfiðara núna. Það er engin armor hér á KPU. Þessi grensa lokar þessu. Nonni var með kjörið tækifæri til að ná einum leikmanni út og vera í 4-1 í smá tíma. Hann hefði ábyggilega fallið. Hann beið aðeins of lengi. Hélt mögulega að hann myndi fara upp Heavenið eða eitthvað álíka. En þetta var 8-7. Vega komin í langleina með að jafna hérna en núna sjáum við kaupið KPU megin. Það eru 4 M4 og Vappi. Fullt belti af stöffi. Solo á Vappanum. Það er ekkert nýtt á nálinni. Hann er einn af þessum 3 sem Vappa.
1-3, Edison, Já, þetta var snirtilegt. Smoke, Criminal, Fínus. Já, KB Jóð og Smókar. Já, það er... Skulum muna það, dummir og herrar, Smókar eru ekki veggir. Vissulega. 2 mönnum yfir og vita af einum leiknum. Þetta var hauskot hjá Fínus, hann er heitur. Já, Fínus er alveg búinn að vakna hér í þessum leik. Smókinn hjá Fínus að feita, þannig að Deathcake á dúelana við Fínus í íþrótta ef hann vill. Mýrus í, já, kallaði ekki skóarferð úti í lobbyið, en það er verið að halda því. Búið að pússa rampinn, búið að eignast lobbyið og Deathcake 1 eftir 23 HP og KBO koma strax tilbaka í stóra gunnáttinu sinu. Sérðu bara, sérðu hvernig KBO er að gera þetta snirtilega. Þeir eru að svona kreista mappið, bara eins og Anaconda. Með hverju fraggi þá færa þessi framar, taka meiri fastegn. Þeir gera erfiðar og erfiðara fyrir Vega að hreyfa sig. Og það er svona svolítið það sem að er að skilja þessi liðin að akkurat núna. Við sáum Vega ekki gera þetta í fyrriháleik. Þeir voru miklu meira að bara vinna rándin á einhverjum gunfightum. Þeir voru ekki að kreista út þessi ránd eins og við erum að sjá KBO gera þarna í fyrsta gunnáttinu. Deathcake á Hero AK og það er nákvæmlega eins og þú segir. Þeir eru betri að managea bara hvar Vega geta verið hverju sinni, loka á sektor sem að Vega geta verið búin að yfirgefa og svo framvegis, eða jafnvel ná í fröggin. Já, þetta er fyrir AK hana. Fínus nær Hero AK-unum sem var í algjöru skóaferð. Rodríguez eins og að fellur á rampinum. Þetta opnar heldur betur fyrir. Solo klúðrar þessu skoti. Þeir æða niður, einn komin í single, það er Digla hins vegar. Skot hjá Nonna, gerir vel nær Kitta Disco í þokkabót, Brian á AK-unum. Þarna, snirtileg skot, Furious loksins lokar fyrir þetta. En flóðgáttin er nú þegar opnuð. Furious, hann sér við þessu, getur að fundið eitthvað hér. Það er leikmaður eftir uppi, Solo, akkirar aðið. Tryggir rándið fyrir KBO 10-7 og þessi gunround hafa ekki fallið Vega megin hingað til. Algjörlega ekki og það er nákvæmlega saman på teninginum sem þú talaðir í Dust 2. Það er KBO er að fragga miklu meir en Vega og peningurinn hjá Vega er enga veginn að byggjast upp. Þeir töpuðu einu rándi, fyrsta gunroundinu sinu, þurftu strax að forsa með einhverjum 2 Hero AKs og eitthvað og eiga galið kaup núna. Já. Þetta er bara erfitt að spila á afturfættinum í CS2. Og fá ránd til að eiga við, bara 24. Navi Smókar grensan stálheppin að hún dreif ekki nógu langt. En bregðast við, gera ráð fyrir því að þetta play sé að koma frábært, þarna hjá Kitta Disco, 2 risa opnanir. Getur að fundi Nonna líka, gerir það ekki, en það er Deathcake sem að virkast næst, en Deathcake tekur fætin, en já, fer verð út úr honum. Lifir bara með 10 í líf og núna er Edison að horfa á hann líka. Liðsveikin hins vegar komin. Riddaraliðið í Virus og Brian, AK og Mac-10, Rodríguez. Hausar þarna, hann er ekki með pláss til að gera þetta samt og Brian með gott rífrag eiga samt ennþá hauk í hotni sem er Edison. En þeir alltaf fara rapp. Skemmtilegt þarna hvernig þeir sounda eins og séu á leiðinu upp og droppa sér niður. Og Nonni, hann er komið til varnar, en það er búið að smóka single. Bomba liggur, 2-2, eiga ennþá Edison í flanki. Allt enginn að horfa á Edison, það er enginn að horfa á Edison. Nær fyrsta, næst í single, það er Furious, AK í höndunum, Nonni getur núna beðið til smóknum og Nonni finnur Furious og það er 11. rándið ákaflega vel spilað þarna. Þarna sjáum við bara svarta hvítu af hverju maður æfir pre-aim lineups. Já. Bara Nonni gerir bara virkilega vel þarna, hann veit nákvæmlega hvar plantið er að fara niður. Þarna í Astralis, hann veit nákvæmlega hvað hann er að labba langt
og hann bara leysir þetta virkilega vel. Mjög ánægður með hvernig Nonni búinn að spila í kvöld. Diglur og ein tekka á Vega. Aftur Nonni atkvæðamest í liðinu 18-11. Já. Það spurning. Brian nærma solo út allavega. Þetta spurning var að vappa. Furious. Þessi fallin. Þetta vesen. Kitty Disco búinn að vera fínus. Það Nonni. Það er engin niðri. Nonni, hann að leita einhverju hérna í lobby og hann áttur að finna Furious. Tekkan sem að búast við Rodríguez að það getur ekki verið. Hann lætur vita af sér. Bombara först, einn kemur og það Brian á vappanum. Fekk frí að vappa á það. Hann stútaði vappanum úti sem að solo með höndunum. Já, virkilega góð degluskot þarna sem að koma Vega aftur inn í þetta. En aftur, þú veist, Vega á ekki að vera liðið sem að treysta á einhver 3Ks frá Deathcake og deglur og annað til þess að vera að leiða leiki. Það sýnir bara hversu vel KPJ eru að spila hér og þeir eru á 11 rándum. Þeir eru 2 rándum frá því að loka þessari seríu 2-0. Það force up á Vega og það inniröss. Nei, fyrir ekki, force up á KPJ og Vega með inniröss. Æða inn og Virus og Kid Disco með sikkot leikmanninn. Það lobbykrunsa þarna, Brian nær einum. Solo með Deathcake, en það bara einn eftir hér, Fínus, leitar að einhverju, finnur smá, en ekki nóg. 11-9, Vega að sína líf hér með auknu tempói. Og núna fá þið force, þannig að Vega komast væntanlega í 10. En hafið ykkur hæga. Það búið að henda svona rándi frá sér áður. Já, það búið að því KPJ hér með leikhlé. Ákveða hvernig þeir ætla að nota peningin, hvernig þeir ætla að loka þessum leik. Og meðan Vega, bara að skemmta sér svolítið í bankanum. Brian geti keypt sér inn að góða ferð til Tenerife hérna og ennþá peningin næsta rándi. Já. Það nú fínt að fara í smá frí. Ekki vera alltaf að herja á þetta blessa kjarnorkuver aftur og aftur. Bara kúpla sig frá þessu öllu saman og það er play-air-ferð til Tenerife. Já, eina svoleiðis. Það ekki ennþá gilt. Það ekki. Ég ætla að gefa Höskuldar viðvörun. Eða spoiler. Það 1-1 í leik Þór og Dusty. Og hvernig fór map 2? 13-5. Já. Það var verið að svara. Já. Svo sannarlega. Heyra mollan að það vitlegur að koma í gegn en plastið frábært en Kitty Disco, hann bara tengja til kúlunum, hann með 4. Þvílít spraydown þarna frá Kitty Disco. 30 kúlur notaðar og þær fóru allar í mark. Þetta líka bara, Kitty Disco búin að vera í sérflokki Vega megin í kvöld. Gæti verið að Nonni sé með 1 fragg frítt hér. Deathcake kom þarna út en það spurning. Þeim grun. Já. 3 vappi. Þetta var tæft. Hann fekk þess að auka hálfu sekundu til þess að taka upp vappan og hraðan sko. Já. Það svona hvernig brýtur mann, voru að gefa honum fyrstu von. Það nákvæmlega það sem var gert þarna. Gefur honum fyrstu von, já, það nákvæmlega sem að Deathcake gerði. Hrifsaði síðan á honum 11-10. Kaup aftur á KPJ. Hún í smá efnaðslegum vanda. En hún að biðja Martial aðstofuna og hún komin. Þeir eiga fyrir bóknum. En á ný. Já, sigla hérna í Vega að vera búin að koma okkur í þessa stöðu. Enda undir hér eftir fyrirháleik á auðveldari hliðinni og hafa sótt vel fram hér í seinni hálfleik en núna kemur hratt play niður í solo til varnar. Hann bara með 1. En sérðu staðsetninguna á Rodríguez. Hann komin djúpt inn á B. Já, þetta er mjög góð staða fyrir hann að vera á.
En hann verður að nýta það. Þeir eru búin að loka á inni. Það er henni bara allir þarna nema einn. Sem er Furious. Edison verður að lífa hérna. Gerir það. Hvernig? Hálspritt frá því að... Nonni er búin að pústa baka það. Furious, hann er fallinn. Og núna halda þeir að sæti niður í sig clear. Þeir búast aldrei við Rodríguez hann í hotninu. Gætu klírað hann út. Gætu klírað hann út. Nærna einum, nær ekki öðrum. 3 á móti 2, bomban að fara niður. Vappin var að klíra. Tímasetning! Furious, hann fellur, hann hittir ekki hoppinu inn í vendið og bomban er farin niður. Það er Nonni, hann er að labba inn í gegnum smoke yfir á catwalk. Og Edison Lár komin út single. Það er bara að hitta hauskotið þetta. Það er einhver að tapa bombuna. Kitty Disco, hann er Báðir búinn lágir. að vera svo góður. Brian, hann opnar. Spilur þetta tími, vel. virkilega vel spilað. Næri vappa, næri að halda honum, sýnist mér. Já, maður tekur aðeins minna núna. Brian sýndi þarna að hann kann að tella upp á 4. Já, það er einast að þarf. Það er ótrúlegt hvað margir séðspilarar sýnast út að þeir kunni ekki að tella upp á 4. Já, ég kannast við þetta. 24 frögg á Nonna en nær ekki að krækja í þetta ránd fyrir þá. Hefði verið ansi gott. Ellefu, Tommy. Já. Allt í einu, eins og hendi var í veifað. Fannst KBO þið forsuð á einni tímasendingu sem að fannst ekki ákjósanleg en samt sem áður þá inn í leiknum en Vega konum með 4 ránd í röð og mögulega komast í 12. sitt hér sökum þess að KBO eiga ekki pening. Það er bara Nonni og Vappa, MP9, Diglur og þeir ætla að spila upp á jafnteflið. Já. Já, þeir eiga góðan séns í rándinu vissulega, en þeir ætla að fá stóra kaupið sitt í næsta rándi. Þeir ætla ekki að forsa sig alveg niður. Sniðut, þetta flass gerir vel, en sem fyrir Vega menn, hann snýst að bara að hlaupa í beina línu. En það er Nonni, hann er mættur til varnar, hann er búinn að finna 1, finnur ekki meira og þetta er munurinn, Tommy. Þetta er munurinn á Vega núna versus áðan. Þeir leyfa þeim bara að fá 1. Rodríguez nær þarna að hausa 1 og Edison tilbaka en Brian er bara á eldi. Hann samt með solo í bak þarna og bomban er fallin niður á side. Furious hann missir af tímasetningur í solo og er að fara að fá frítt frakk hérna. Brian getur ekkert sportnað við þessu. Ískur opnað, vita báðum. Þetta er snirtilegt skot. Hann veit hvar maðurinn er. Hann er samt ekki að horfa, hann býst freka við hann sem opna hurðina og KBO að koma sér í 12. Þeir ætla að spila upp á jafnteflið, en þeir bara vinna rándið. Og peningurinn er ekki frábær Vega megin. Alls ekki. Náttúrulega voru að tapa öllum í þessu rándi og fyrir það endaði þetta í 1v1. En þetta KBO. Endaði í 1v0. 1v0, sí. Sem að allir leikmenn fjallu og Deffi bara kom ekki. En núna þurfa Vega að láta til sem taka, knýja fram framlengingu hér. Það eru 2 Diglur, 3 AKR og eitthvað stöf. Smokar inni og þeir geta heldur gert það. Nonni í... Geggjað play að taka þetta í þessu rándi. Það er svo erfitt að búast við þessu en þetta þarf að virka. Vita núna af Rodríguez framalega líka. Hann leitar að einhverjum, finnur ekki Kitty Disco í gegn en Edison og Fínus, þeir eru búin að taka þetta niður í 3 á 3 núna. Hann hafði option að bakka. Fínus á ekkert líf hér. Edison, hann er fallinn, hann lætur þetta ekki ganga. Hann hafði option til að bakka hann Rodríguez. Hann hafði option. Já. Það hefði bara lokað á Fínus.
Vírus hitti vappaskotinu og það 12-12 KPJ og Vega skilja jöfn af hérna í venjulegum leiktíma en þá förum við í overtime. Bara hver annar heldur en Kitty Disco með 3K í þessu rándi til þess að koma í OT 23-18 stigalínan á honum og Nonni í sérflokki KPJ megin 25-16. Hvað, þú veist, Nonni Hann er bara þvílíkt að stíga upp þegar að þeim vantar einhver frögg og ég meina eins og við sjáum Solo á 14 fröggum ekki alveg með, ég held að sé með 55-58 ADR eða eitthvað svoleiðis leikmaður sem á að vera með ADR í rauninni en þegar slakinn kemur þá eru aðrir sem draga aðeins meira og Nonni er að gera nákvæmlega það hinum megin að sjálfsögðu, þú veist eins og nefndir Kitty Disco er í sérflokki en fyrsta rándi og overtime hefst hér. Þau tala sem við leitum að, jú, það er eins og í gamla CS 16. Það er bara búið að vera unun að fylgjast með Kitty Disco og spila henni í kvöld. Hann er búin að vera með þvílíkt flotta tímasetningar og góð skot en það er Rodríguez sem opnar hér á Vírus. Rampurinn í betri máli núna heldur hann á móti Dusty. Furious að lúra hérna í gula takkar hérna vel eftir sig niður í 47 HP þetta er stór hættuleg staða þetta spamma hann svo ótrúlega auðvitað sem Nonni er að spila en ja, hvað sem virkar gera spamma akkurat núna bomban ennþá í secret, það er verið að leita úti en Deathkick finnur Finus, hann er með bombun á sér. Serðu bara línuna, Nonni er að fara að lappa í Deathkick hana. Eða hvað? Er tímasetningin að fara að vinna með Vega hérna? Við erum að sjá hvað Deathkick sér. Kitty Disco búin að finna Solo, Rodríguez, hann kallar þetta verið örugglega B en Furious, hann er búin að svara hérna. Nonni næ Deathkick, það er bomban. Jep, og bomban er fyrir utan secret. Tími. Upp secret og það eru 14 sekundur eftir. Droppar það niður í ventið. Reynir að hönda fröggin en þeir eru komin lengst í burtu. Vilja ekkert með þetta hafa. Nonni nær samt sem áður fragginu á Kitty Disco heldur áfram að raða inn 27 á honum. Og já, hann vill ekkert með þetta hafa. Hann Furious vill halda peninginum, eða byssunni í næsta ránd. Þetta ránd rann svolítið út í sandinn hjá Vega. Spurning hvað var til þess að það rann í sandinn út af því að við vorum með bombuna á ákjósunum stað. Það voru tveir hún í secret en annar var komin í control og hinn var ennþá í secret með bombu. Síðan voru þeir rosa drifðir, komið tveir á rampin, ætluðu sjálfsagt að samloka rampin og fara niður, já ég skil það. En svona voru ekki þjappaði niður og að kofra eitthvað annan. Þétt stöff þarna inni frá Vega og svo fara þeir úti. Ryan finnur Finus þarna þráttur að hafa verið flassaður og þá er það Solo sem er að leita að einhverju hérna, reynir að komast í gegnum smókinu í baki á Kitty Disco og gerir það en Deathkick er þarna til að treyta. Nær treytinu, Edison í Heaven til að taka slakan af úti. Eitt sem ætlar að koma upp secret hins vegar. Edison þarf að standa sína plikt hér, spottar á Deathkick og það er White Swingið beint í haust, 2 kúlur, Deathkick liggur í valnum. Furious að reyna að hreyfa sig í kringum smókina, reyna að finna einhver fragg hér sem gæti sýnt sig. Vírus er lykilmaður hér. En Edison sér við þessu, Rodríguez kom með Furious og Brian þá einn eftir með bombuna inn í lobby með vappan sinn. 40 sekundur eftir á klukkunni og það er að renna út í sandinn. Þar opnar hér einn í uglu en það er Nonni sem að svingar og er Nonni 2 fröggum frá 30 bombu. Þetta er bara þvílíkir leikir hjá Nonna hér í kvöld. Búin að vera virkilega flottur. Senasta rándið hérna í þessum fyrra overtime KPJ mögulega að fara flawless hérna í gegn. Full AK á Vega, kláruðu allan sinn fjárhag. Það geta keypt vappa eins og sem Vírus Þau sem voru að fá eitthvað hratt frá þeim hérna.
fram að það er Ískur Nonni tekin í 46 margir í lobbyinu allir 5 í rauninu voru Deathcake tekkar að spóa núna og tekkar hvort það sé eitthvað lörk í bak í gangi en það er ekki það sem er upp á teininginum það er inni tek Edison með 1 hreyfir sig nær öðrum Furious nær einu tilbaka en þetta er allt að koma upp KPJ og það er 15. rándið í höfn fyrir þá einu rándi frá sigri Óli þetta svona tilfinningin er að Vega náðu bara lengja leikinn en ekki í dauðafæri til að sigra hann. Þetta er bara, mér finnst þið sjá þetta svo oft. Þú ert búin að byggja upp einhvern hraða, einhvern skriðþunga, búin að byggja upp eitthvað comeback, svo kemur bara resetið, allt í hennu engir efnahagsfaktorar, allir fá svona smá timeout, þér finnst kannski eins og verkefni sé búið. Já. Herðu við náðum OT. Og svo byrjar framlengingin og þá bara hrynur allt. Og það er það sem er svolítið að gerast hérna hjá Vega. Þeir eru búin að kannski ætla að spila aðeins út yfirvegað. Það er ekki þessi sami kastin út andlegi faktor sem við erum búin að sjá í síðustu lotunum sem að urðu til þess að þeir náðu að jafna leikinn sem að fylgdi þeim inn í framlengingu. Smókarnir úti sem að gætu hleypt Edison í og þeir ná einu frakki tilbaka. Einu frakki. Þeir eru konum með allt kontról á inni. Rodríguez fellur og Brian einn eftir. Einn eftir alveg að sama í Dust 2 og hann fellur fyrir Nonna. Nonni klára 30 bóbuna. En þetta er bara nákvæmlega það sem ég var að segja. Í comebackinu, hvað var ég að segja í síðasta rándinu? Ég sagði, Vega leyfa þeim ekki að fá meira heldur en 1. Það er munurinn. Þeir svara alltaf. Þeir eru alltaf í treytinu. Þeir eru alltaf að gera þetta. Þú veist, þeir eru alltaf að halda liðunum í jöfnum. Svo fyrir við OT, það er bara hverfur. Þetta er, já, það er bara nákvæmlega þannig. Tilfinningin þegar ég var að horfa á hann leik var rosa mikið þannig að eins og ég var að segja í seinasta rándinu að Vega náði að lengja leikinn en ég hafði aldrei tilfinningun á því að Vega væri, já, þeir eru komnir í gang, þeir líta vel út. Þú veist þetta, eins og þú sagðir sjálfur, það þarf þessar hetjudáðir. Við tölum aldrei það Vega hérna áður fyrir að þeir þurftu eitthvað hetjudáði til að sigla inn rándum. Ég meina, þú veist, þetta comeback kom á bakinu á því að Vega tók þarna nokkur ránd þar sem við mættu bara með kassan út og þeir bara tóku fætana og þeir bara unnu þá. Og þeir voru bara, litu allt öðruvísi út í þessi nokkur ránd. En það kom alltaf inn á milli, KPJ slökkt í þeim. Svo kom Vega aftur, svo KPJ slökkt í þeim. Svo bara kemur þessi OT og það er bara eins og fyrri hálfleiks Vega hafi mætti leiks. Já. Þú veist, það er bara, þetta var bara eins og annað lið. Allt í hennu bara, ok, strákar, við erum komin í OT, hægjum á okkur, tökum þetta rólega, tökum þetta yfirvegað, ekki deyja, þú veist, það er eins og það hafi verið komsinn, en það er ekki það sem kom ykkur í þessa framlengingu. Það sem kom ykkur í þessa framlengingu er það að þið voru bara að outpacea, outtreita og þú veist, bara yfirspila andstæðingin. Já. Ekki af því að þið voru að kasta betra stöffi eða finna betri picks eða staðsetja ykkur betur. Það er ekki það sem var að vinna þessi ránd. Og það er svona svolítið eins og uppskriftin þar hafi bara verið svona, þú veist, heyrðu, þetta er búið að vera góður leikur, við erum bara að ná comebackið, ég er með uppskriftin á öllu rándunum sem við unnum og gerum eitthvað allt annað strákar. Já, þú veist. Einmitt. Og það er svona tilfinningin þegar vorum að horfa á þetta OT, þegar KPJ var einhvern veginn með þetta allt á hreinu og þeir voru með baselineið bara ofar en Vega alveg út úr þessa seríu. Þú veist, út þessa seríu þá er engin vafi á því að við erum eitthvað svikin á því að Vega sé að voru rændir, nei. KPJ voru sigurvegarar hér og mjög verðskuldaðir. Bara spiluðu virkilega vel og fílaði samt og kastaði bara tjökkar þessi busti. Já. Það er bara, þú veist, stundu þá þarf maður props. Já. En þú veist, þetta var bara svona alvöru tilfinningin sem að ég fekk og þú veist, og ég veit að Vega geta gert betur. Ég veit að þeir sparka í sjálf og sig, farandi út úr þessum leik. Það verða einhverjar hugsanir á kótanum bara við hefðum geta gert þetta betur. En svona er bara leikurinn. Við tökum ekkert frá því líka að KPJ spilaði frábærlega og Nonni og Edison bara í sér flokki innan KPJ þarna. Og það var bara frábært að fylgjast með þeim. Ef við taka MVP á 3-2-1 eða?
Já. 3, 2, 1, Nonni. Já. Easy. Nei, þú veist bara, sorry, þú toppfrakar ekki í báða leiki og þú veist, ert með líku við flawless, util og frábæra tímasetningar og frábæra possur og farið ekki MVP. Þú veist, það bara, ef að Nonni mætir ekki til leiks, þá er þetta serið hann að veka. Þú veist, Já, líklega. Ef að Nonni er hérna eitthvað að dóla sér ykkur 15 frökkin, þá taka veka þessa serið. Þannig að, já, ég er sammála. Ég ætla að gefa sérstakt sjátt að sjálfsögðu á Edison var frábær í þessa seríu en líka svona lauma inn Rodríguez því að þarna sáum við leikmann sem byggði klárlega á bara lélegu gengi mútið Dusty og kom tilbaka í mikilvægri seríu á móti Vega og gerir vel. Þannig að bara props á hann, verðskuldaði sigur hjá KPJ og setja Vega í mjög skrítna stöðu út af því að þeir eru núna með 2 töp og við erum að tala að Vega eiga að vera þetta topp 4 lið. Ég er að sjá Þór bara sem betra lið akkurat núna. Þetta var spennandi leikur í kvöld á ástæðu. Því að það bara gerir mjög mikið fyrir deildina og núna veit ég ekki hvort að síðasti leikurinn í Þór Dusty sé búinn en þar eru að tala um 1-1 seríu sem að, þú veist, allt í hennu Dusty, þetta lið sem að tapaði ekki mappi í mjög langa tíma, byrjaði að svona skrika fótur smá eftir sem þessi 9 line-up byrjuði að þjappa sér saman og það bara opnar rosalega mikið ef við horfum á seinni partina tímabilinu og inn í playoffs keppnina í lokinu á tímabilinu og þessi stígandi í Þór, hvað ætlar Vega að enda? Þeir þurfa svolítið að gera það upp í sjálf og sig akkurat núna, ég meina, þú veist, Högg að missa vangur út úr line-upinu og allt það, en núna þarf bara að taka fund og segja, heyrðu, hvað ætlum við að enda? Þú veist, af því að þeir hafa alla burði til þess að enda númer 2, til þess að enda númer 1, skilur við, á góðum degi. Þannig að já, það er svona það sem ég er að horfa á, þú veist, ég hef meiri trú á Vega heldur en ég sá inn á server í kvöld. Algjörlega, Vega geti gert betur, KPJ í geggjari stöðu, Dusty, spurning hvernig sá leikur en það er útsending aftur á 5. daginn, ekki missa af henni. Tökum kærlega fyrir kvöldið, takk fyrir okkur.